Já, velkomin á Frelsi TV og ég endurskýrði þennan þátt með okkur Guðjóni. Ég sé þig og heyri í þig Guðjón. Hæ, hæ. Hérna, ég breytti nafninu aðeins. Já, ég sá það. Já. Þú veist hvað það þýðir? Hvað þýðir það? Andhverfa. Já, það. Þú verður grunnhygnir og vitlausir í kvöld. Já, það er nauðsynlegt með. Við getum ekki alltaf verið á þessu dýpi, sko. Maður er stundum alveg svo þreyttur og eftir að maður... Já, en rosalega var góð grein hjá þér hérna á Reynberg.is. Sem ég var að skrifa í dag. Já, Það finnst nú góð. já, mjög Takk stu fyrir frábær. Mér finnst hún löng og snúin. Ég er þetta ekki búið með hann alla, en það sem ég komst var frábært, sko, spot on. Já, heyrðu, þú vitnar í Frelsi TV, takk fyrir það. Er ég orðin heimild, æjæj. Ég er mjög sáttur við þá hvernig þú ert að taka á þessu máli. Já, takk fyrir það. Ég er að reyna að feta þrönga slóð. Já, þetta er erfið stífur. En MH17 var líka stórt mál. Já, já, þá hringdi Harmagetunar í mig mitt. Það hringdu líka þá. En þetta er ennþá erfiðara því að núna erum við að hreyfa við svo heilugum mítum. Þetta er náttúrulega nær okkur, sko. Þetta er bara komið upp í kartöflugarðin hjá okkur, sko. Já. Þannig að hættan eykst, sko. Sko, það er svo erfitt sko líka af því að, já, Austur-Úkraína, einhver flugvél, já, þetta er svo langt í burtu. En hér er búið að vera að búa til Íslamgríluna. Já, það er búið að vera mikill undirbúningur í heila þvottavélinni, sko. Svo að leið og við förum með eitthvað að hræra á móti þessu, þá megum við búast við því að vera kallaðir alls konar nöfnum. Já, nú eru margir svona kartónistar og blaðamenn að segja, sko, já, maður má ekki vera hræddur að skrifa einhverja ljóta brandara upp og íslamistarnir komi og meiði mann, sko. Ég er til dæmis miklu hræddari við sérsveitir NATO og kó, sko. Það er komið hérna með hurðarnar á herðunum og meiði fjölskyldurinn mína, sko. Ég tek undir það, maður er búin að sjá svo mikið að njósnamyndum líka. Já, maður hefur bara vilst í bíóhús og ekki komist út aftur einhvern veginn. Ég sko, þegar veruleikin er orðin klikkaðri heldur en spæjómyndirnar. Já, já. En þú veist að James Bond myndirnar voru náttúrulega, voru byggðar á sannsögulegum pælingum, sko. Já, það byrjuðu þannig allavega, þessar fyrstu. Já, já, það er sem að hann Fleming, nei, hvað heitir hann? Jú, Ian. Já, það er sem hann skrifaði byggðu á raunum, hann var Jón Spæjó, sko. Já. Hann var sjálfur commander in Her Majesty's Service. Já, já, hann var hátt settur þar, þannig að hann er að skrifa, hann sjálfur er eiginlega James Bond, sko, þetta er svona sjálfsæfisögulegt eiginlega. Og hann viðurkenndi, það er heldur tilvitnun í það á Wikipedia, hann hafi viðurkennt að þetta hafi verið, að fyrirmyndin hafi verið raunverulegu maður, mjög líkur þessum. Já, já. En eitt tæknilegt bara hérna, ef að ég er hljóður, þá er það ekki að mér hafi sett hljóðan, það er sko, ég er með myndaskiptinguna á Voice. Þannig ef ég segi, já, þá fer hún yfir til mín, sko, þannig að ekki taka þögnina á rangan hátt, sko. Nei, ég dætti á bara inn í kyrrð og fer að hugleiða. Já, svo er náttúrulega slitnar, þá ertu búin að tala kannski hálftíma. En þá ger ég eitthvað svona, sko. En já, maður getur líka orðið paranoid þegar maður fer oft djúpt í samsæringarnar, sko. Já, er ekki talað í djúpköfun líka og kom ekki of hratt upp. Jú. Þá fær maður súrefni í blóðið. Maður er bilaður. Þú sér til þess með Jim Hávin okkar að hann hefur orð á því að ef hann setur 1 eða 2 myndskeið á dag að þá fjölgi flugi af þyrlum yfir bæinn þar sem hann býr, eða yfir hverfið. Já, ég held að það sé nú paranoia hefur nú reyndar, en... Já, en samt, þú veist.
Og ég hef lent í því eitt kvöldi, ég var búinn að vera að tala við fólk í síma hingað og þangað þjóðveldið og það var mikið að flugi yfir húsinu hjá mér og ég alveg, shit! Svo alveg, nei, heyrðu, slakað á. Já, en það minnir mig á þegar ég var í sveitinni sem unglingur þá bónuðu við mótorhjólin okkar í daginn svo rosalega vel, 11-12 ára gamlir sko. Bensíntankin og allt draslið sko. Svo kunningi minn sem var með mér í sveitinni, hann pappans var bifvélavirki, þannig að við keyrðum til hans á Rauðalegg á hjólunum og vorum að spurja hann sko, herðu, það staðreind að við komumst hraðar ef við bónum hjólin? Okkur fannst þau miklu kraftmeiri bara. Það var svona, nei, strákar, það breytir engu. Við vorum rosalega skúffaðir, sko. En ég kannast við það í hvert einasta skipti sem ég læt gera eitthvað fyrir bílinn hjá mér. Skiptir engum máli hvað það þá finnst mér hann sprækari í sólarhring á eftir, eins og hann sé hressari. Já, þóttu skiptir bara sígarettukveikjarann. Þess vegna. Bíllinn alveg, já. Ég ekki, hver veruleikinn, sko. Já. En það einmitt á Harmageddurnar reyndi einu svona að taka mig á þessu, þær spurðu mig, þetta ekki bara pattern seeking mammal sem þú ert að stunda? Og ég svaraði þeim nú mjög smekklega, sko, ég sagði, ég meina, ef þú horfir í klett þá fer að sjá andlit, það pattern seeking mammal, og ef þú heyrir allt í einu tón í ákveðnu tíðinni, þá spyrir, heyri, var síminn að hringja? Það pattern listening. Og manstu hver kom fyrst fram með þennan frasa pattern seeking animal? Mammal, nei. Var það ekki Carl Sagan eða einhverjir sem voru í kringum hann? Veit það ekki. Þetta voru einhverja rannsóknir, væntanlega. Helst notaði þennan frasa af Saganistum. Svona aþeistum sem að skýla sér á baku að Carl Sagan hafi verið aþeisti. Já, hann var aþeisti. Hann var inn í þessu Darwin-drastli öllu, sko. Ég reyndar ekki alveg viss hann hafi verið svo harður aþeisti. Ég held að það sé að hluta til spunni. Já, atheismin náttúrulega trúarbrögð líka, sko. Það bara... Já, ég veist það. Og þá verða allir atheista brjálæðir ef maður segir það? Það betur ekki nýkomið málfrelsi allt? Nei. Var það ekki þannig? Bara það sem má tala Já, það kann miskilja þetta. Ég held einmitt að við hefum unnið öll okkar málfrelsi tilbaka með því að... Já, nú skiptum við umræðinni. Já, einmitt. Sko, Carl Sagan, það sem ég sé það, því ég mjög hrifinn á honum, en ég líka mjög trúaður. Ég mjög hrifinn á nánast öllu sem Karlinn lét frá sér. Já, hann var náttúrulega bara svona þulur, eða ekki? Hann var ekki mikill vísindamaður sjálfur, eða? Já, líklega má segja nögt þannig, ég alveg sammála því. En mér fannst svona það líkla sem ég gekkst honi, hann vera alveg meðvitaður að hann útilokaði ekki að alheimurinn hefði vitund. Já. Mér sýndist hann meira verið í uppreisn gegn því sama og ég sjálfur í uppreisn fyrir gegn og það þessari kerfislægu hugsun sem stýrir hugafólks, hvort sem hún trúarbragðahugsun eða pólitísk hugsun eða einhver annar svona kerfi, hugsanakerfi. Aþeistarnir eru fastir í ákveðinni heimsýn. Trúarbrögðin eru föst í sínum heimsýnum. Já, þeir eru nú óttalegir kjánar fyrst mér, sko, hvernig þeir fara með Gamla testamenti, sko, þeir eru að segja með alls konar svona pælingar í Gamla testamentinu sem bara standast ekki skoðun einu sinni, sko. Þannig Mér finnst nú oft líka menn, sko það sem að menn gera, ég er búinn að móta mér eitthvað viðhorf, svo pikka ég upp það sem að hentar viðhorfinu mínu. Og svo geta viðhorfin klassað, sko. Þú getur, ég verið á fyrirlesturum um biblíuna sem að fór í gegnum lögmál Móse og sýndu fram á hvað það hafi í rauninni verið langt á undan sinni samtíð varðandi hreinlæti, segjum bara hreinlæti og heilsusamlegt líferni.
Já, það náttúrulega í annarri Mósebók er talað umgengni lík, sko, að nota kóla að blanda ösku saman við vatn og þvo sér upp úr því og sita það á all klæði sem hafa snert líki og slíkt og antibiotics er unnið upp úr ösku, sko. Þannig að það er heilmikil svona bara praktísk vísindi í Gamla testamentinu en hins vegar er það sem er svo slæmt í Gamla testamentinu er social control. Og ef þú horfir til í gegnum þegar Móse var að díla við Faraó, ef þú horfir það í snáka eitur og gull samhenginu, sko. Þá hafa þessar pestir á heimili Faraós verið eitthvað eitur tengt, sko. Það er alveg öruggt að Móse átti vini í höllinni. Nú, það er vitað til þess á 8. sólarhring eftir að Sveinbarn fæðist, þá hefur það mótefnið sagt sem hjálpar upp á með umskurðinn varðandi bæði sótthreinsun eða sársauka annarkvort. Man ekki hvort það var. Já, þessi umskurðin er náttúrulega algjört kjaftaði, sko. Það er bara gaga, sko. Ég er sammála því, mér finnst þú nótvelega skrítin en samt breytir það ekki, okkur ekki 4. dagur, okkur ekki 15. dagur, hvernig fundu daginn þar sem að Sveinbarnið er móttækilegast fyrir því að fara í gegnum svona áfall sem að svona aðgerð er. Já, það er einhverja pælingar og núna vilja þær sko bara sprauta bóluefnum í börn helst á fyrsta degi eftir að þau fæðast. Já. Hefur þið tekið eftir einu? Það er 4, það er sko, ég þarf eiginlega að rekja það saman og skrifa greinina. Það er Rothschild, Rockefeller, það var eitthvað annað í viðbót sem ég var einmitt að hugsa bara áðan. Já. Og það farið úr hausnum á mér aftur. Það kemur aftur. Ég kem að því aftur. Ég verði að horfa svolítið á sko tímalínuna frá 1814. Já. Og horfa sérstaklega á Rockefeller valdið sem var fjármagnað. Ég er búin að vera að horfa á fyrirlestra sem að sýna hvernig Rockefeller var fjármagnaður af J.P. Morgan sem að kom síðar í ljós þegar J.P. Morgan dó að hann átti bara 19% af veldinu sínu og þeir hafa rakið það til Rothschild. En það til fullt af svona nöfnum eins og Rockefeller og Rothschild en það til allan 2 í viðbót sem öll svona langt nafn. Já. Það er bara áhugaverður punktur svona hefur ekkert vægi. En það vitað að þessi pharmaceutical empire öll sömu rekjast meira eða minna til Rockefeller og það margir sem gleyma því að pabbi hans hann lifði nánast alla sína ævi á því að selja fólki meðalagsull. Já, snákaeiturssull, sko. Já, en og þess vegna er svo mikið eitur í þessu heilbrigðiskerfi sem í gangi núna. Og þetta algjört scam, sko. Þetta bara svindl andskotan, sko. Það vissulega, en ég hef verið að pæla í öðrum útgangspunkti. Ég hef tekið eftir, bara í okkar samtíma, að þetta áberandi mikið af fólki sem er mjög hrifið af pillum og pilluhugtækinu. Já. Fullt af fólki, ég er með hausverk, ég ætla að fá mig pillu. Ég fá sér pillu til fjandanum. Og svo hefur við verið að skoða fleira, förum til dæmis ofan í egypskari mýtur. Það er mikið af bláum lótus allsstaðar þar sem eru myndir af helgiathöfnum Egypta. Já. Það er búið að rannsaka að það er hallucinogenic efni í bláum lótus. Sömuleiðis er talið að í flestum lótusblómum séu afrodísíak efni. Og lótusblóm eru mjög oft notuð í tengslu við svona enlightenment pælingar. Að fara í svona höfgi ástand með töku og efni. Aftur erum við komin að snákinum og eitri. Það virðist vera mjög algengt og þetta vissi fyrsti Rockefellerin, pappans John D. Rockefeller, að fólk er vitlaust í efni sem breyta ástandi þess. Alkohóli til dæmis efni sem breytir ástandi. Tóbak, lyf. Og við sjáum til dæmis að sko stríðið gegn eiturlyfjum hefst einmitt þegar fyrstu stóru pharmaceuticals empirein verða til.
Já, Það já, kom, þetta er náttúrulega, sko, eitur og lyfjabransinn er það sem að flestir klikka á að horfa á. Og meiri segja að aðrir samsæringar klikka á því, sko. Og já, þetta er reyndar ekki alveg að nýjasta, af því að einn af þeim er farin á hausinn, hérna Lehman Brothers. En hérna er toppurinn í bankapíramidum. Rothschild, Schiff, Warburg, Rockefeller er hér, sjáðu. Svo Morgan, JP Morgan, Harriman, Lazard Brothers, Goldman Sachs, Brown Brothers, John Harrow Scrater Banking og Lehman Brothers. Þessi hérna er dáinn sem sagt, eða sameinaður eða hvernig það er. Þannig að þetta er toppurinn, sko, á bankaísjakanum, sko. En það sem ég er að leita að, þetta er alveg eins og þegar ég er að tala með hugmyndakerfin sem stjórnamanni. Maður kemst út úr því með því að taka vægið af þeim, það er mín skoðun. En þá er ég að leita líka hennu saman. Þú býrði ekki til sko fyrirtækja brelluna nema tekka af eitthvað sem fólk er sólgið í. Og fólk er sólgið í svona. Já, já. Það er alveg eins. Ég var að vinna í Noregi og þar voru 2 bræður, pabbi þeirra átti skurðgröfufyrirtæki og bara með 2 syni sína sem starfsmenn. Og þeir komu þarna á hverju mótni með Ibuprofen í rassvasanum, sko, og bara byrjaði að brula 4-5 Ibuprofen töflur á mótnana, sko. Og ég spurði það, býttu, akkur er þessu? Bara svona illt, sko. Og það bara, já. Mann er alltaf aðeins illt á mótnana, það er bara náttúrulegt ástand, sko. Eitthvað sem vasklas getur lagað á 5 mínútum? Já, þú veist, þetta er bara sama að vera stirður, sko. Þú er búin að liggja í bælinu alla nóttina og það kannski einn liður sem hefur eitthvað legið vitlaust eða eitthvað. Og aftur það sem er pillurnar, maður kemur inn á heimili á fólki þar sem að það er bara voða stolt af ekki bara meðalaskátnum sínum heldur vítamínahillunum sínum. Já. Einnig að lista efnafræðinni. Sem að er reyndar verið að, sko, Codex Alimentarus. Þess vegna vilja að fá, þeir eru í raun að taka næringu úr öllum mat, sko. Já, það er alveg ljóst. Það er stóra blottið, sko. Maður er farin að upplifa því meira sem að maður fer út í svona náttúrulegri fæðu eða segjum heilbrigðari fæðu, þá óa manni meira og meira við sko framleita pakkamatnum. Já, og bara ef maður er búin að vera lengi svona á heilbrigðari mat og borða svo eitthvað þessu pakkadrasli þá bara svima manni, sko, strax. Já, maður finnur þetta. Já. Og sko ég er náttúrulega ekki sammála því sem er svona svolítið mainstream inn í samsæringamenningunni, skulum við segja, samsæringasneiðinni, að þetta stefni alltaf því að útrýma 90% mannkyns. Ég sé meira það að það sé verið að taka þetta 90% mannkyns og mjólka það bara eins og búfjana eins og hægt er. En hvers vegna? Vegna þess að fólk vill það. Fólk vill pillurnar. Það vill hata Íslam eða nasista eða kommunista eða finna næstu grílu til að hata. Fólk elskar að gera þetta. Já, það gerir þetta reyndar í heimskusinni, alltaf ég rétt að vona. Þegar flest fólk þegar maður tala við það og bendir þeim á svona raunveruleikana þá vaknar það, já svona 90% af fólki vaknar og breytir málfari sínu, sko. Já. Og ég lendi nú bara síðast í því í dag á einni kaffistofu þar sem ég hjálpaðist inn. Það voru 2 karlmenn og 2 konur að fá sér kaffi og við fórum að ræða einmitt atburðina í París. Já. Og ég fór að ræða þá hluti sem ég er að skrifa reyndi samt að vera kurteis og tók skýrt fram að ég veit ekki hver sannleikurinn er, að ég veit bara að það eru til fleiri en ein hlið, fleiri en hliðin sem er mötuð ofan í mann. Og ég fékk náttúrulega nokkur af þessum hefðbundnu klassísku mótsvörum og maður bara skautaði svona fram hjá þeim rólega og þóttist hlusta á þau eins og maður væri að heyra þau í fyrsta skipti. Já, já. Og svaraði bara hæfirslega, en það gerist ákveðin dýnamík. Af því að maður ræddi þetta málefnalega og kurteislega
ein kona, hún hélt áfram að ræða þetta og vildi ræða þetta og ég sá hvernig hún fór bara svipnum á hana, hún fór að hugsa hlutina víðar. Það kemur ákveðin svipur á fólk. Ég sá annan mann sem að stóð álengdar sem fór að færa sig nær og leggja meir undir flatt eins og hann var að hlusta. Þriðja manneskjan af þessum 4, það kona sem segir, jú, þetta alveg rétt, maður sér oft, og mér finnst þetta frábært sem hún segir, það alveg rétt, maður sér oft að það eru fleiri hliðar á málum, en ef maður fyrir að segja eitthvað, þá maður bara hrópaði niður. Og það var eins og við manninn mætt. Sá 4. trylltist og fór að svoleiðis rausa yfir mig að maður á að íslam anti-áróðrinum og að blöðin að segja sannleikann, þau að segja allt sem að gerast, það verið að, þetta það vonda og bla bla bla, það var þvílíkur æsingur. Já, þú sér nú viðbröðin sem ég hef fengið undanfarna daga út af þessu Parísarmáli hjá fjölmiðlunum, sko. Hafa þeir eitthvað verið að bauna á þig? Ekki fjölmiðlarnir sjálfur, bara í blogginu, sko. Þegar ég að birta vídeóið mín og að tjá mig þetta, þá fæ ég bara svona hate mail. Já. Þá fæ ég bara hatursumræðu. En það eitt sem ég lærði á kennslu. Ég er svo viðkvæmur fyrir því, manstu. Já. En það eitt sem ég þarf stundum að minna mig á, því ég lendi að vísa ekki svona mikið í þessu svo þú, því ég man stundum eftir því á kennsluárunum mínum og tók eftir því að var þrenns konar hópur meðal nemenda. Fremst voru þeir sem voru háværestir og virtust leiða hópin. Já. Og voru allir í mainstreami. Síðan var 20% sem að, heyrðist aðeins í, en lágværar, að þeir voru ekki í mainstreaminu og voru sem sagt með hitt sjónarhólið. Og þá situr eftir 60% af hópnum, þögli meirihlutin. Já. Þögli fullt af fólki og þögla meirihlutanum, tók man kannski afsíðis í kaffipásum eða stóð þannig að það var talað á þess að hópurinn heyrði og kom í ljós að það var miklu meira grounded og hugsandi heldur maður hafði gefið í kredit fyrir. Stundum gleymir maður að þögli hópurinn vel hugsandi. Já, hann situr svona álengdar og hlustar, en það hefur nefnilega oft verið sagt, sko, að til þess að breyta stefnu þjóðar þurfur ekki nema 3% af fólkinu. Og þar með ertu búin að breyta stefnunni, sko. Og ég á nú soldið í 3% þjóðarinnar að hlusta á Frelsi TV, en ég fekk töluvert áhorf á þessi Fraklandsvídeó, 1200-300, sko. Já, ég sá líka, ég var að skoða einmitt channeliðin eftir og varst að tala um daginn, að þú férst áberandi mjög mikið áhorf út af MH17 flugvélinni. Það var ekki MH17? Jú, MH17. Og þetta hjálpa til að sko, þó þetta séu harmleikir vissulega, þá hjálpar það til með rás eins og þína, því þú ert í rauninni með einu röddin á Íslandi sem að koma með hitt sjónarhólið, eða að það séu fleiri sjónarhólið. Að þegar svona atburðir koma, að fylgja þeim vel eftir og vera einlægur í að koma með þennan punkt og þennan punkt og þennan punkt til þess að fá þetta áhorf, því að sko, fólk sem einu sinni búið að horfa á gott myndskeið, þó það sé ekki að koma næsta mánuðin, það gleymir ekki. Nei. Það sama og með á hérna í útvarpi Sögu, sko. Þeir voru nú náttúrulega svona krítiskir og allt það, sko, en svo sagði Markus við mig, hann sagði, já, það gerðist eitthvað, hvort það var MH17 eitthvað. Hann sagði, veist Axel, það var fyrsta sem ég hugsaði þegar þetta kom í fréttunum var bara, hvað segir Axel um þetta? Já. Og þess vegna er svo gott að frá því að byrja þá hefur verið stöðugt að. Og ekki að láta slá niður raddirnar sem eru kannski sendar á móti þér. Já, ég hef það alveg mist að þeim, sko. Ég var svo þykkan skráp sennilega, ég er bara... Og líka, ég svo sem ekkert að fullera neitt, veist, ég er bara að horfa á þessa lega sögu sem er verið að segja okkur og ég er bara að lesa þessi rit sem þessir kauðar hafa gefið út sjálfur. Þess að það er ekkert ég sem er að segja þeir stefnaði að eyða 90% manneski. Þeir gera það sjálfur í sínum eigin ritum
Og svo sumir segja, það ekki eins og sé ritað í stein. Jú, í Georgia Guidestone þá var það skrifað í stein. En það veit enginn hver skrifaði þessa steina. Það var rækilega það. Já, þú þarf nú ekki mikið meiri greindavísistölu heldur en lögguhaugar til þess að átta á því, sko. Ég var eitthvað að lesa þetta fyrir að sjá það einhverjir sem var rakið, hver kom með þetta, en það var alltaf, það var bara einhver náungi, það var engin kvittun og hann staðgreiddi og eitthvað John Doe, eitthvað bla. Já. En hérna, ef að ég gef út bækur sem að segja þessa áætlun og síðan kom upp steinar með sömu áætlun, þá náttúrulega hljóta menn að geta tengt það saman, sko. Eða kemur upp steinar með þróunarkenningu Darwins, það var engin kvittun, sko. Já, en þetta þróunarkenning Darwins, skilur. Það segir í nafninu, sko. Darwin var í vinnu hjá Austur-India Company, var það ekki? Já, heyrðu, hann skákaði í skjóli Hitlers. Ég kom inn hálfa leiðina í gegnum hana. Hann talar um þetta. Ég var næstu afbrýðisamur þegar ég frétti og þið pantaði hana því að ég hef ekki lesið hana í 20 ári, ég las hana tvisvar þá. Ég bauð þér að kaupa hana fyrst, þú hafnaðir því. Já, ég er búinn að lesa hana tvisvar og veit af henni. Já. En hann ótrúlega góður í þessu, sko. Og skákað í skjóli Hitler, þá hann einmitt að benda á að þetta bankadrull þarna sem ég sýndi þér í píramídunum áðan, að Hitler var í raun að ná ákveðnum árangri gegn þeim og eins og Jim Howe hefur sagt að þá var þá hafa þeir var ekkert atvinnuleysi í Þýskalandi og það tókst að gjörbreyta stöðunni, sko. Og að halda því fram að þetta bara einhver svona morgunkaffis hugmynd hjá Hitler að fara í þessar útreiningar, það algjör vitleysa. Þetta kom frá læknasamfélaginu og þessum Darwin dauðaisma sem allar þessar hugmyndir komu, sko. Og þessar hugmyndir voru mjög virkar á mörgum öðrum ríkjum líka. Já. Þetta og þeir eru ennþá við sömu iðju, þessi banksterar og þessar fjölskyldur sem eru með það í gangi, sko. Einn punktur sem að mér langar að koma með, því þú verður að vitna í Aldous Huxley, hvað heitir hún aftur? Brave New World. Brave New World. Hann hefur skrifað nú fleiri bækur og hann skrifaði nú einmitt sequel held ég á þessa bók. Já. Og ég hef aðeins verið að detta ofan í það litla efni sem til á YouTube með viðtölum við hann og fyrirlestrum og svo framvegis og það allan ein af ritgerðarbókunum hans, hann skrifaði fjöldan allan af ritgerðum, upplesun á YouTube. Og ég mæli með því við fólk sem að pæla út fyrir ramman og vill fara út fyrir ramman að grúska svolítið í Aldous Huxley því að hann var mjög vel málifarinn, bæði til orðs og þessast í ritmáli og bara í máli. Að hann var að hugsa hluti og grúska í hlutum í kringu 1950 og 1930 sem að enn í dag fólk átta sig ekki á að eru til í sjóndeildarhring og gera það mjög vel. Og ég hef búin að vera að fá mjög mikið út úr því að vera að grúska í fyrirlesturnum hans núna upp á síðkastið og í vetur. En það eitt sem svolítið áhugavert varðandi Aldous Huxley. Ég nefnilega get ekki alveg átta mig á honum. Mig grunar að hann hafa hluta til verið notaður af elitunni. Já, þar kem ég alltaf inn á Jóbsbókina, þar sem að því að lýst að Satan arkaði jörðina að leita að vandræðum. Að þessi árans mafía þannig og hún arkar jörðina og svo finnur hún einhver svona hugmyndafræði sem hentar þeirra pælingum, sko. Já. Og svo kannski finna þær einhver svona furðufugla eins og Darwin, Karl Marx og Nietzsche. Og svo og það eru keyptir gaurar, þeim að borgað fyrir að búa til ákveðin ruglfræði, sko. Ég held reyndar að Nietzsche falli ekki undir þennan hátt. Síonistarnir segja sjálfur í sinni riti að þeir hafi greitt Nietzsche. Ok, skoðum það seinna, mér langar aðeins að grúska í því að það eru ákveðni punktur á Nietzsche sem að í mikill uppreisn við það mainstream sem í gangi.
Já, ég veit að Nietzsche er ekki alveg inn á ratanum, en þetta stendur bara í þessum prótokól frá Síðan, þá talaður Nietzsche. Já, en ég ekki búinn að samþykkja prótokólið frá Síðan. Og þú manst að Samþykkan í hvaða samhengi þá? Bara, ég á eftir að fara hún í þetta. Vil ekki fullera neitt það. Það eru hlutir í Nietzsche sem að ég sé fara út fyrir þann hugarramma sem staðfestur í dag, 150 árum eftir að hann var að vinna með það. En það í öllum svona fræðum, í svona bullfræðum, þá alltaf eitthvað sannleikur, sko. Ég ekki að segja allt sem að Nietzsche sagði var bara vitleys og steypa, sko. Og þeir reyndar tala það líka, að nota svona, eins og ég að tala, segja frelsi, sko, bara fullkomið frelsi einstaklingsins. Þeir tala að nota það líka, þeir tala að það sé bábilja sem að fangar fólk, sko. Já, ég tek undir þetta. Þannig að, og þessna ég svolítið að, sko, Stefán Milieu rosalega mikill hrókagikkur, sko, en öll vísindin hans getur verið misnótuð, sko. Já. Menn geta tapað sér inn í sínum eigin hugarkerfi. Já, algjörlega. Ég átta mig á því að ég sjálfur festi mig inn í mínu eigin hugarkerfi. Já, en ekki ég, nei. Það kemur aldrei fyrir mig. Nei, ég nú stundum beðist afsökunar á rásinu minni. Ok. Bara ég var mann inn að pælingu sem bara alveg kúkú, sko, bara afsakið að ég hafi komið með hana fram, sko. Og nú, sko, svo líka eins og þú bendir á, maður brýnir mann, og ég meina, þú sagðir ákveðin hlut daginn sem ég sá síðan eina Facebook-vinkonu okkar, sameiginlega vinkonu varpa fram, sem að ég ennþá að vinna úr í undirvituninni og á eftir að svara og skrifa sko. En það varðandi Aldous Huxley, þá nefnilega það sem mér svo áhugavert við hann, brilljant klári sem maður var, þá virðist vera að fyrri part sinnar ævi sem skribent eða kverulant, þá hafi hann einmitt verið eugenics fylgjandi. Það ekki fyrir hann fluttur til Kaliforníu og farin að verða nafn, sem að hann fer að skrifa beinlínis gegn, eða sem sagt gera lítið úr nasismannum og Hitler og því sem gerist í Evrópu. En fram að þessum umbreytingum hjá honum, frá því hann var bara svona partur af menningarelitun í Englandi, að þá var hann að þér virðist eugenics þenkjandi og mjög hugsanlega, ég get ekki fullyrt þetta, hugsanlega meira upp á fasískar hugsanir heldur en sósíalískar. En það sama kerfið, sko. Það nefnilega svo mikið blekking í því. Fasismi og kommunismi, veistu hver munurinn þar á milli? Hann sáralítill. Já, það bara, sko, í öðru tilfellinu blandar það saman drull og skít, en í hinu tilfellinu blandar það saman skít og drullu. Ok. Það allur mismunurinn, af því að, sko, í öðru tilfellinu þá lætur fyrirtækin yfirtaka ríkið, en í hinu tilfellinu lætur ríkið yfirtaka fyrirtækin. What's the difference, sko? Veistu hverju breytir það? Ég átta mig á því að hvoru tveggja afbrigði af sósíalisma. Kommunismin afbrigði af sósíalisma. Hópisma, já. Já, en gagnvart því sem fólkinu þarna út á Facebook og YouTube, þá ekkert víst að það átti sig á því, vegna þess að það sér fasisman oft meira sem svona kapitalískan hægri sinnaðan sósíalisma. Já, það fólk nú meira sig ennþá fast í þessar hægri vinstri blekkingu, sko. Það bara, já, bara ef við fáum vinstri flokkun aftur, þá verður allt frábært, sko. Já, bara slist ekki æra að horfa á fyrirlestur hjá einhverjum sem fór að tala um að það svo skrítið með vinstri sinna fólk að það virðist nú vera í þeirra hugsunarhætti sé versta eitur og ofbeldi sem hægt að finna og fordómar og yfirbúrsmennska. Já. En það eins og, ég veit ekki hvort að hún var lagt þessu orði í munni eða hvort að var í raunverulega hann hafi sagt það, þá sagði George Orwell, sko, herðu, þessar bækur mínar voru hugsuð sem viðvörun, ekki sem uppskrift, sko. En það einmitt þessna sem ég var að tala með Aldous Huxley. Takt eftir því hvað lítið til dæmis á Vesturlöndum vitnaði Ayn Rand, sem skrifaði metsölubókina Atlas Shrugged.
Ef þú ferð ofan í mainstreamið í Bandaríkjunum og ferð svona að tékka á því hvað er í gangi þar, þá sérðu að Ayn Rand er ennþá mjög víða lesin og mjög hátt skrifuð og hún var svona í rauninni, hún kallaði þetta objektivisma og svona altruisma og í rauninni var hún að upphefja eigingirni, hennar heimspeki snerist að upphefja eigingirni og gera hana góða. Já. Og þeir vilja meina að þegar hún var að skrifa sem mest í kringum 1950 til 1960, þá hafi hún verið að lýsa þeim Bandaríkjum sem við þekkjum í dag árið 2014. Og þess vegna segja sumir, kannski var hún bara að gefa þeim uppskrift, alveg eins með Aldous Huxley. Já. Og það eru margir sem hafa komið fram, eins og George Orwell, sem hafa komið fram með hugmyndir til þess að vara við, en fólk sem eru áhuga á valdi og kann að beita blekkingum hafi notað þessar uppskriftir til þess að tékka út, eða gera svona check-out á ákveðni svona skyndihyggju hjá fólki. Já, ég er með hausverk, ég ætla bara að fá mér pillu. Já, ég er stirður eftir nóttina, ég ætla bara að fá mér aðra pillu. Já, heyrðu, ég er gull og gersemi, það eru íslamistar sem eru vondir. Þannig það eru nasistar sem voru það í gær, en það voru kommunistar sem voru þarna mitt og milli. Það verður einhver annar sem verður hinn vondi á morgun, en ég er gull og gersemi. Ég er að fara að kaupa ný dekkundi í bílinn minn. Bíllinn minn er með 7 gallón af hráolíu per dekk. Bara hrein mengun. Já, nei, sko, ríkið á að redda þessu, sko, einhver harakiri, ráðstefna út í heimi á að redda mengunni seinna. Ég þarf að komast í vinnuna. Já, það sem ég bendi stundum á, að hérna í Svíþjóð eru svo miklu svona náttúruunnendur, yfirlýstir, og þeir vilja að náttúran fá að vera í friði, sko. Og hérna eru bannað að skjóta varg sem er sko stórhættulegum börnum og fólki á gangandi vegi bara hérna í þorpunum, sko. Og það má ekkert skjóta hana því að náttúran á að vera svo óhreyfð. Síðan fer þetta fólk heim og garðurinn þeirra er sko bara fasismi, bara 1, 2, klippa, veist, bara greið plöntunar sem lendi í garðinu hjá þessu fólki, sko. Og ef það eru mís eða eitthvað svoleiðis í húsinu, þá er það bara murkað úr þeim lífi með eins fljótt og hægt er, sko. Þannig ef þetta fólk elskaði svona mikið náttúru, þá myndi það ekki láta pirra sig á nokkra mís og er í húsinu. Akkurat. Talandi það, eitt punktur. Þú veist hvað fólk elskar að eitra fyrir kóngulóm á vorin. Já, nákvæmlega. Og svo bölvar það yfir öllum fluguna með mitt sumar. Það er orðið óþægilegt hvað kenningi mín að fólk sé fíbl. Ég hreinsa aldrei kóngulóvefi í kringum húsina sem ég bý og yfirleitt glotti bara þegar fólk er að kvarta undan geitungum. Já, ég Það vita á forðast þar sem er mikið af kóngulóvefjum. Geitungar finna lyktina af dauðum geitungi. Já, við leifum börnunum okkur alltaf að vera að hjálpa okkur við allt. Þau eru svo æstið að fá að hjálpa við allt og við leifum þeim það bara. Og síðasta sumar var að gerist það áður með strákinn minn, sko, en það var svo eftirtektarvert síðasta sumar því þá voru þau bæði orðin hlaupandi, sko. Og það er svona litlir fluguspaðar sem eru seldir í Bíltema, kosta 200 kall, sko. Við keyptum nokkra svoleiðis, þannig að þau voru með þegar ég var að losa við flugur. Þá fengu þau spaða líka og ég tók eftir að þau bara tóku allar flugur jafnt fyrir og ég var að kenna þeim bara nei. Það má bara að drepa flugur sem stinga okkur, sko. Og ekki drepa flugur sem skaða okkur ekki. Þannig að það er bara gert í sjálfsvörn, sko. Mér langar að fara aðeins út á, sko, ég hef aðeins verið að vinna með það. Ég var einu sinni haldinn svona geitunga, hvað heitir það, svona randaflugu. Fóbía? Já, og hljóp bara 10 metrar sprett ef þetta var nálægt mér. Svo hvarf þetta var bara tekið frá mér. Já. Og ég fór að iðka það þegar koma geitungar og randaflugur inn hjá mér að ég fer að tala við þær í huganum. Og mjög einföldu máli. Já. Það er að segja ef það er að fljúga í ákveðna átt, að þá hvet ég þær eða let þær. Af því ég veit að þær eru að leita leiðinni út. Þær hafa miklu meiri áhuga á því að leita leiðinni út heldur en að fara að stinga mig. Og ég fór að sjá árangur af þessu. Ég fór að ná í mínum hugarheimi, ná að hvetja sumar af þessum flugum út ef ég var í réttu jafnvægi. Já.
Og ég fór svona að velta fyrir mig, sko, geta lífverur, svona óskylda lífverur, náð einhverju vibrational sambandi. Og í gær var ég að horfa á fyrirlestur eða fyrradag að því ég er núna að grúska í Rudolf Steiner. Og það er mjög mikið af svona ekobúskap sem er í gangi í heiminum sem nota Rudolf Steiner hugmyndir sem sína fyrirmyndir. Og sá langt viðtal við konu sem með svona náttúrulegt býflugnabú og hún fór að tala þetta sama. Hún sagði þú getur lifað í jafnvægi við býflugurnar ef þú talar við þær á réttan hátt. Já, já. Skemmtilegu punktur til umhugsunar. Já, ég stressast ekkert yfir þessum flugum þótt að koma nálægt mér, sko. Nei, mér finnst það fallegar. Ég færi mig og ég forða mér, ég hef ekki farið út í að reyna að drepa þær, sko. Já, ég reyni einmitt að ná sambandi við þær og reyni að svona, já. En ef það eru komnar inn náttúrulega, þá verður maður náttúrulega að gera eitthvað róttækt, sko. En talandi mál málanna í dag, þeir drápuð 3 menn þarna í sama húsi. Allt í nú að koma einhver annar gaur inn í myndina, sko. Ok. Þetta er svo mikið falskur fáni að það halva væri nóg, sko. Já, hann verður sífellt greinilegri. Algjörlega, sjáðu hérna. Það var þessi hérna 2 bræðurnir sem gleymdu nafnskírteininu sínu í bílnum. Veist, það leið og eitthvað fyrir að segja manni að einhverjir 2 bræður séu mestu snillingar veraldar og mestu heimskingar í sömu hendingu, þá það mjög ótrúverðugt, sko. Og að þeir hafi geta fundið út fundartíman á fólki sem undir eftirlitið. Náttúrulega ef þeir hafðu alltaf sama fundartíman þá þetta bara hálfvitar, sko. Og þeim hafi tekist þetta og keyrt í gegnum París eins og ekkert sé. Með lögreglan stoppar, hún leggur svona út í kantina hann sem nú örugt að það komist framhjá, sko. Svo sást náttúrulega í vídeónu mínu áðan. Og síðan þessi strákur hérna. Hann drepinn líka. Veitu, var það ekki gíslataka í einhverjum stórmarkaði? Jú. Ég ekki búinn að ná að lesa mig nógu vel til ofan í kjölinn á hlutum. Það búið að vera svo mikið í gangi síðastu. Já. Og svo er þetta niðurstaðan. Samstaða er okkar sterkasta vopn. Vopn gegn hverju? Gegn NATO þá? Já, mér finnst þessi fyrirsögn bara hreinn brandari. Og þetta var árás á tjáningafrelsið. Nú. Já, minnum við aðra fyrirsögn þar sem Obama segir Viva la France. Já. Frakkland verður ekki klofið. En Viva la France beint tilvitnun í Charles de Gaulle. Já. Og frönsku andspyrnurhreyfinguna sem okkur talið trú að hafi verið til, en ég hef skrifað að hafi verið spunni og blekking. Já. Ég kaupi ekki andspyrnurhreyfingarnar. Og svo hef ég verið með kenningar það áður að þessi grúpa hérna, ég hef líka svona Spider-Sense, sko, það hluti af rannsóknarvinninu, það kóngulóin undir skinninu. Það þetta Anonymous með þessa grímur og þetta stjórnvöld stýra þessu hérna dæmi eða leyniþjónustunar. Já, ég kaupi það ekki að Anonymous hreyfingin lýsi við stríði og ýmslaska víðamenn, ég kaupi það ekki. En hvað þetta Íslam, sko, núna hef ég séð náttúrulega, og ég baðst nefnilega afsökunar á því, ég var alveg hinum megin, ég bara lét heila þó mig að bara Íslamistar eru vont fólk og ég meira sig að var að deila vídeo með Önnu Bernhardt. Og málið það, sko, að það hópur sem hérna Blackwater og þetta lið í kringu þetta lið vill bara drepa múslima eins og engis í morgundagurinn, sko, og það er miklu hættulegri hugmyndafræði og hreyfing heldur en ég sé þjá í íslamistum, sko. Allavega liggja miklu fleiri í valnum eftir vesturvelda ruglahausuna heldur en austurvelda ruglahausuna. En ég meina, getur þú kalla fólk sem að verið að sprengja í loft upp fjölskyldunar þeirra og landin þeirra að verða að nauðga löndunar? Getur þú kritisera þetta fólk fyrir að vera með einhverja mótspyrnu eða vera eitthvað pist? Ég meina, það ef að verið að nauðga konu, það bara
Æ, góða, verð ekki í þessari fílu, ég meina, þú ert þá allavega að fá eitthvað kynlíf, sko. Já, það er frekar að þú segir svona en ég. En Já, þú þorið ekki, þú ert ennþá að leita. En mér finnst að mig draga þetta svolítið saman í einu sem Obama sagði í haust frekar heldur en í sumar og situr alltaf ofarlega í haustum á mér. Ræðu þar sem hann endar á að segja "We will not tolerate this kind of evil." Já, sem er höfðingi most evil empire á jarðkringlunni hér og nú, sko. Það næsta sem ég hugsaði var, já, ok, þessi maður og þeir sem hans representar, þeir sem eru til í að gera það sama og hann, þessi maður er til í að fara í stríð hinum einn á hnettinum og drepa þar fullt af fólki með sprengjum og öðrum terrorisma út af hugmyndafræði. Og á þeirri forsendu að eitthvað fólk í einhverju sveitahéraði í Írak sé að drepa fólk út af hugmyndafræði. Nei, sú hugmyndafræði er trúarbrögð. Er fulltrúalýðræði eitthvað minna trúarbrögð? Já, já. Og sko, aftur erum við komnir inn á eins og réttilega bendir á með Jóbsbók og Biblíuna og það sem Biblían, eins og rauði þráðurinn í gegnum Biblíuna, að þetta heimskerfi hlutana, eins og Páll postuli kallar það, undir stjórn þessa djöfuls. Og hvernig stjórnar hann? Hann stjórnar í gegnum hugmyndakerfi. Þú sér hérna hugmyndakerfi sem réttlætir að drepa fólk, þú sér annað hugmyndakerfi sem réttlætir að drepa fólk. Hvernig ætlar að losna út úr hugmyndakerfi sem réttlætir ofbeldi? Með stjórnarskránni minni. Þú læknar ekki hatur með hatri, þú læknar ekki ofbeldi með ofbeldi. Þetta fólk er ekkert eftir því að lækna eitt eða neitt. Þetta fólk, og þá er ég að tala vesturmegin, sko. Ja. Og það er til dæmis bara sönnun fyrir því að þegar að Jerúsalem var hertekin, þegar að kristnir hertóku Jerúsalem, þá drápu þeir alla í borginni, hvern einn og einasta, sko, krossfarnir. En þegar að múslimar hertóku hann tilbaka, þá leiðu þeir öllum að fara, lifa. Ja. Og fyrir fólk sem eru áhuga einmitt á að vita meira þetta, þá myndi ég mæla með kvikmynd sem að gerðum þetta, sem er mjög fín. Með honum Orlando Bloom og einmitt honum hérna Taken-hetjunni, Liam Neeson, Kingdom of Heaven. Þar er þetta undirstrikað mjög vel. Já. Þannig að sko, fyrir mér er eiginlega fólk sem að lepjast inn í þetta íslamista, múslimista, ég verð nú játað líka, ég átta mig alveg fullilega á því hvað þetta íslam er, sko, nema ég reikna með því að það sé eitthvað svona, veist, eins og bara krossfaranir. Þeir hafa verið í hernaði í nafni trúarinnar en þegar á hólminu komið hefur það bara verið gert til þess að þeir græði pening sjálfur. Sko, íslamskir öfgamenn voru ekki til fyrir 1947. Já, þá er þetta hreyfing sem náttúrulega þegar það ráðist svona hrottalaðir eins og Vesturveldin hafa ráðist að þessum löndum þá leitar í ræturnar þínar, alveg svo við erum núna að leita í vikingafræðin, sko. Að það er þá alveg sett að segja sko íslamski hryðjuverkamenn eða vikingahryðjuverkamenn af því að þeir eru að leita í ræturnar sína þegar það er búið að rústa þjóðum þeirra á lífi þá eru þeir að leita einhverjum brotum til þess að sjóða saman þeir byrja ekki á þakinu, þeir byrja væntanlega á grunninum til þess að reyna að byggja eitthvað upp og það er hugsanlega eitthvað þannig ferlið sem er í gangi og þar með eru þeir ekkert minna hættulegir krossfararnir eru náttúrulega gjörsamlega sturlaðar og stórhættulegt fólk sko. Já, það er alltaf til fólk sem er tilbúið að fremja ódæði í nafni einhvers sem það þykist trúa á en meðan fólk er bara að leita eftir því að lifa í einhverjum öryggishringin, í einhverju gettói sjálfsréttlátt í einhverjum yfirborðsheilögum isma sem það veit ekki einu svona er ismi. Tökum menntun til dæmis. Hvað er mikið af fólki sem áttar sig á því að þessu frábæra vestræla menntakerfi sem við erum alin upp í að það eru til mismunandi tegundir af menntakerfum en það er bannað að ræða hin því við erum með þetta besta.
Já, þess vegna var besti flokkurinn svona vinsæll. Og þess vegna, sko, þú ert að tala sko, þetta við vorum að tala Frelsi TV, að frá því þú byrjaðir og þá hefur komið fram með fullt af efni. En þú hefur líka ítrekað sagt við fólk, ef þú hefur eitthvað að gagnrýna þá ertu velkomin að koma í beint viðtal við mig og gagnrýna. Já. Eða skrifa á veggi minn og hérna kemur einn punktur. Ég átti bara athugasemdir í gærað fyrradag við einhvern Facebook-vin sem ég held mér sé sameiginlegur okkur báðum, sem að hafði ykkur orð á þessu að já, ég fylgist með Frelsi TV, ég ekkert sammála öllu sem Axel segir en ég tekka á því og ég tek síðan mína afstöðu. Og það einmitt það sem við báðir að berjast fyrir. Hérna sjónarhóll, menntaðu þitt eigin höfuð, taktu þátt í umræðu eða samræðu. Já. Til þess að losna út úr dáleiðslunni, losna út úr þessum steinrunnu hugsunarhætti. Við erum ekki að leita því að hafa rétt fyrir okkur, við erum að leita því að vera lifandi. Lífið er dýnamík. Já, ég hef aldrei verið haldinn þessari Guð almáttugs alvitru dellu, sko, eins og margir eru með. Og það það sem eru, sko, trúarbrögðin hjá þessum atheistum og háskólafáviðunum, að þeir trúa því allt í að þeir séu Guð almáttugur og viti allt og kunni allt og skilji allt og bara eru allt í öllu, sko. Það raun lýsing á Guði, sko. Já. Og þeir telja sjálfan sig vera Guði en segja, við trúum ekki á Guð, sko. Það fyrir mér að þú að segja að þú trúur ekki á kjaftaðinni sjálfu þér. Það er reglulega sem að ég lendi í einhverju skemmtilegu samræðuþráðum með fólk sem ósammála öllu sem ég að segja. En ég fæ líka skemmtilega samræður út úr því. Og ég held að sumt af þessu fólki hafi þurft að venjast því að mér er alveg sama hversu ósammála það er. En á meðan kurteisi ríkir, þá er ég mjög sáttur. Ég hef svolítið ánæmi fyrir dónaskap, sko. Já, ég hef reyndar þurft að vera, sko, aðeins karbítur og ég veit að þú sér það örugglega þegar ég að beita taktíst orðum til þess að hreyfa við fólki og þegar að hrista tré. Einu sinni hristi ég nú sjálfa mig niður úr trénu eins og fraktur orðið. Þetta bríla upp aftur. Að ég þarf aðeins að beita orðuræðu sem að meiðir, sko. Ég átta mig alveg á því og ég reyni að gera það með allri auðmýkt sem ég á, sko. Fólk er náttúrulega misjætt. Ég vann með tölvukennara sem komst upp með það að grýta kókdósum í hausinn á nemendum. Svo voru aðrir kennara sem að mátti ekki einu sinni verið í góðu skapi í tíma. Þá tók fólk það persónulega. Fólk er svo misjætt, sko. Báðir þessi tölvukennara voru frábæri kennara, sko. Já. En svo líka fattar fólk ekki, til dæmis þegar ég segi fólk eru fíbl, að ég tel mig til dæmis vera fólk. Já. Ég er alveg harður að því öll mín skrif eru bara bull. Nei, ég meina, ég er alveg eins að kritisera mig, sko. Þegar ég er að segja að fólk er svo heimst að það er ógeðslega pirrandi, þá er ég líka að tala um mig. Því ég var fastur og er að mörguleiti fastur í heimsku ennþá. Ég veit ekki að það er ég sé bara að tala um akkurat þennan eina einstakling sem er hinum megin á móti vegnum hjá mér, sko. Ég er að tala um ykkur öll, sko. Þetta ástand í heiminum er ykkur öll, við berum öll ábyrgð á þessu. Algjörlega. Og þetta ástand lýsir bara heimsku. Þetta er bara eins og ef að þú gerir eitthvað rosalega heimskulegt, sko. Þú ætlar að fara að elda mat og svo bara brennur niður húsið bara út af kjánaskap. Þá lendir þú ekki í því. Nei, og svo bara, þetta var bara, þetta gerist, sko. Nei, þú ert bara hálfviti, sko. Þú fer ekkert með gastaki og kveikir í gardínum til þess að grilla pilsur, sko. Það er bara, maður gerir ekki svoleiðis, sko. En finnst þér svona, þessi ofboðslega einfalda stjórnarskrá mín, sérðu með tímanum karbítinn í henni? Ég veit það ekki, því ég náttúrulega get ekki verið hlutlaus af því ég náttúrulega hef skrifað sjálfur stjórnarskrá. Já, áttum á því. Og það sem að ég er, sko það er tvennt sem ég er hrifnastur af með þína stjórnarskrá, annað er einfaldleikinn. Þegar ég var að gera mína þá reyndi ég að hafa hana eins einfald og stutt og ég gat.
og ég með þess að bætt við hana 2 greinum eftir ég kláraði að skrifa hana og ég treysti mér ekki til að skera hana meira niður. En helsti munurinn á þinn og minni er að þú ert ennþá að lýsa einhvers konar stjórnkerfi. Já. Ég er raun bara hafna öllum stjórnkerfum sama hvaða nafnið þau nefnast. Já. Ég átta mig á því. Og ég átta mig sko, það sem að mér finnst náttúrulega best við þína stjórnarskrá er að þú ert að leita aftur í, sko þú ert alveg að gera réttar hluti, skilur, þú ert að leita aftur í þannig arfin okkar og menningun okkar. Þú ert að sækja til víkingana sem eru sannarlega forfeður okkar og voru algjöru snillingar. Þannig að það er allt saman hárrétt hjá þér. En síðan náttúrulega kem ég fram með mína sem er náttúrulega bara, þessi hugsun hefur ekkert verið hugsun síðan ég veit ekki hvað, í 8.000 ára eða 10.000 ára, ég veit ekki hvenær þessi hugsun var hugsun síðast af alvöru, að setja þetta bara sem stjórnarskrá. Já, sko, ég upplifi stundum þessar 2 stjórnarskrár sem, sko, þú ert með hornsteininn og ég með útfærsluna. Vegna þess að markmið... Já, ég myndi þetta ekki kaupa það, en ok. Það sem ég á við er að, sko, ég, eins og varandi það sem þú kallar hópisma og ég vil meina að sé mín útfærsla á skurðgoðadýrkun. Það er þegar að einstaklingur er farin að færa sinna persónulega kraft yfir á eitthvað sem hann trúir á og gefur því kraft sinn. Hvort sem það er hópurinn, fylgja trúarbragðahópnum, menningarelítuhópnum eða einhverjum öðrum hóp. Þegar þú ert hættur sem einstaklingur að hugsa sjálfstætt og bera ábyrgð á afstöðinni. Það er partur af því. Þú ert ekki bara hérna, já ég er sjálfstæður maður og ég heiti hérna ykkur hérna í hvað heita Bjartur í sumarhúsum og ætla bara að fara upp á fjall og lifa þar á einni belju og skýtt með það þó að það bara nánast rústi allir minni fjölskyldu. Já ég er sjálfstæður maður. Þú þarft líka að mennta á þér höfuðið. Þú þarft líka að hafa sveigjanleika, þú þarft að lifa í náttúrunni. En sko í menningarheimi jarðarkringlunar í dag, hvað eru margir sem lifa í náttúrunni? Hvað eru margir í dag af fólki sem eru partur af hinu náttúrulega flæði? Þegar ég sé þína stjórnarskrá, þá sé ég mannesku, hugsandi mannesku, sem kemur út úr frumskógi apana og segir, heyrðu, ég er lifandi mannvera og ég ætla að eiga samfélag við annað hugsandi fólk. Það sem ég er að horfa á með þjóðveldisstjórnarskráninni er að þegar að hópur kemur saman og iðkar frelsi, þá sé ég, sko, menn gerðu þetta í 4 aldir á Íslandi. En þeir máttu sín einskis gegn hinu sameinaða hópeinsma Noregskonungs og því auðvaldi sem þar kom. Menn hafa alltaf verðmiða. Hvað kostar, sko, við erum að sjá hérna 320.000 Íslendinga, allir með heilagar skoðanir, en hvað eru margir þeirra sem hafa afstöðu með einhverju raunverulegu gildi? Og ég er að reyna að finna hvernig get ég búið til umgjörð þannig að fólk geti farið að læra af sjálfstáðum það sem ég og þú erum að tala um. En við getum þó ekki skilgreint og ég vil heldur ekki reyna skilgreina. Áin þarf ekki að skilgreina sjálfa sig, hún þarf bara að flæða. Og þegar hún fer í gegnum flúðir, þá þarf hún að hafa gaman af því. En þó að þú sért á þínum flúðum að fara yfir þitt grjót og hafa gaman af sundinu, þá þarf, sko, hinum einu í ánni þar sem ég er að busla ekkert að vera réttara eða rangara. Og þetta skilur fólk ekki. Já, ég heyri hvað þú ert að segja og reyndar eru við svolítið, það er kannski mjög hentugt, sko, að við erum svolítið ólíki karakterar. Ég hik ekki við að, eins og á útvarpið sögu að kalla fólk kanamellur og öllum illum nöfnum, sko. Eða öllum nöfnum, bara raunverulegu nöfnum. Þetta er ekkert illnöfn, ég meina mella, það er ekkert að vera eitt illt fyrirbyrði. Þetta er elsta starfstétt mannkyns, væntanlega. Og þú hins vegar ert svona miklu mýkri týpa og ert svona meira í samræðunni og vilt vera svona meira sósíal, sko. Og ég er bara leið og ég sé ráð eða nefnd eða eitthvað svona, það sem einhver hópar fólki ætlar að fara að ákveða yfir einhverju öðru fólki, þá bara sé ég rautt, sko. Og ekki eins og nauti sé rautt að ég hlaupi í það, heldur rautt þannig að ég hlaupi í hináttina, sko. Eins og undan skógareld, sko. Do not underestimate my manners. They are a choice.
not nature. Já, ég er all natural. Ég er reyndar eins og Markus farin að sjá aðeins í gegnum mig. Hann sagði að þetta er myndlíking hjá þér, það ekki? Ég sagði, come on, sko. Ég er náttúrulega í ákveðnum fasa, skilur. Ég er í ákveðnum hlutverki. En þú ert líka að gera mjög góða hluti. Þú ert að tala um hluti sem fólk skilur. Þú ert að varpa upp sjónarhóli, annarri hlið á peningnum sem fólk sér ekki og þú ert að gera það á þann hátt sem fólk skilur og þann hátt sem það tekur eftir. Hlutirnir sem ég er að skrifa um, þeir eru, ég veit sjálfur oft ekki hvað ég er að bulla. Ég í raun og veru skil ekki, sko ég var að gera könnun á þessu með til dæmis að því að með 2 YouTube-rásir, þessi íslenska er með 5-falt fleiri áskrifendur en þessi enska, en þessi enska er með 20% meira áhorf. Ef ég fer yfir allar síðuna mínar af því ég er með eina síðu hundaspjall og ég er með eina síðu þar sem ég skrifa á íslensku, aðra þar sem ég skrifa á ensku ég var að tekka á því á Google Analytics daginn, ég er með 2-falt fleiri lesendur í dag heldur en fyrir slétt ári síðan og fyrir ári síðan var ég búin að vera að færa blogginn mín og skrifin mín hingað og þangað eftir því hvar ég átti laust í lén af því þau skiptu mig engu máli. Þau voru bara, já, ég þarf að tjá mig um þetta. En svo fór ég að keypti mig nafn fyrir þetta og nafn fyrir þetta, þetta er á sínum stað. Sko, að vera á sama stað skiptir máli fyrir Google traffic. Ef þú ert að skrifa á einum stað og færi það svo annað, þá þá hættir Google að láta vita af þér. Og smátt er ég að sjá það að það fjölgar mínum lesendum. Fólki sem er að byrja að sjá hvaða heimsmynd ég er að teikna upp. Ég er ennþá að teikna hana, ég er ekkert búinn að því. Ég er ennþá að læra. Já. Og eftir að við kynntumst þá sé ég gríðarlega svona, og eflaust í líka mínum pælingum líka eftir að ég byrja að tala við þig að þá sér maður stökkbreytingu hjá báðum, sko. Já. Ég sé svona ákveðna pólbreytingu hjá þér, sko. Ég sé hana. Bara jákvætt, sko. Ég hef ekki hugmynd um hvaða pólbreytinga það er. Nei, ég sé bara, sko, að já, þegar ég les eldra efni hjá þér og það sem ég les eftir að við höfum kynnst þá ertu þú náttúrulega það sem ég hef gert er að ég hef gert það, ég gerði raun bara nákvæmlega sama Alex Jones gerði, ég tók svona ákveðið skrepar og braut í, sko. Já. Til þess að ef ég hefði lent ef ég var í Kastljósi viðtalið og þá ætti ég alveg til að löðrunga Helga Seljan til þess bara. Ég var í stættur á Íslandi, sko, sem því náttúrulega hefur aldrei búið í Kastljós, sem hefur aldrei verið búið. En ég sé bara að þessi karakter minn hefur skert þig líka, sko, sem er bara mjög jákvætt, sko, og líka eflaust höfum við þurft, sem sagt, ég fór bara óbeintu í að tala um Söndlana Ernst og Silvíu Stolt og allt þetta, sko. Og ég sé að þú hefur aðeins eftir það farið að fjalla um það líka, sko. Ég fór aðeins að þóra því, ég er búin að langa til þess lengi. Og þú sér þegar ég er að gefa þess að hluti í skinn að ég er búin að eyða talsverðum tíma í að grúska í þessum hlutum. Og þú beitir líka sömu tækni og ég sem ég hef kerfisbundið gert og það hefur gefið þér ákveðið þor líka sem er bara gott, skilur, þetta er jákvætt. Og það er að segja, ég spyr, dóu 6 milljónir gyðinga í helförinni? Já. Og það er allt annað heldur en að segja, það dóu alls ekki 6 milljónir gyðingar í, eða fullyrða eða spurja er algjörlega tvennt ólíkt, sko. Það er rauður þrá, spurja spurninga. Nákvæmlega, og ég sé að þú, eiginlega svona þegar þú kynntist mér, þá fannstu þessa taktík og svo bara eins og raketta, sko. Kom svona þessi stöf sem þú setið á örugglega lengi, sko. Já, maður líka lærir og ég er að finna ársíðan ég fór að átta mig á því, sko, ég hef búin að vera að fikta mig skrif í 10-15 ár, en ég haf aldrei fundið, sko, hvað er það sem hver er heimsýnin mín? Svo fer maður að presentera hana og maður fer að bera hana fram og svo lendir maður í að kynnast fólki eins og þér sem er líka að vinna með heimsýn og maður slípast aðeins og þá skerpast línunar hvað ert að vinna með og hvernig ætlar að fjalla um það
Og svolítið eins og ég sagði nú bara nýlega, ég man ekki hvort það var á Facebook-færslu eða bloggrein, að þú átt samræður við fólk, við eigum samræður, við erum sammála sumt, ósammála annað, en það eitthvað ónefnanlegt sem við erum algjörlega sammálaðir. En ég veit ekki hvað það en ég sé það stundum toppa upp eins og við erum báðir algjörlega sammála það að þessi íslamgrílu áróður sem í gangi fáránlegur. Þessi grílukennd á íslam, og ég tek algjörlega undir með þér það sem þú sagðir í fyrsta myndbandinu þínu Charlie Hebdo ódæðið, að senda góða kveðju til fólks sem tilheyrir þessum trúarbrögðum. Og ég gerði það sjálfur í greininni minni í dag. Já, og þú getur bara hugsað bara ungling sem í múslima fjölskyldu og í þessari trú, hvernig honum líður að fara í skólann, sko. Guð minn góður. Og bara, þetta fólk hérna sem að sjá í íslensku fjölmiðlum sem þykist vera svo gott og vera svo mikið þetta og árás á frelsið og á gildi Vesturlanda og allt þetta. Ég segi nú bara á minni kurteis íslensku, bara fuck you, sko. Þið eru bara ekkert að hugsa þetta fólk sem hefur valið að trúa á þessa trú. Þið bera enga virðingu að taka ekkert tillit til þessa fólks. Þannig að ég heyri bara ekkert hvað þeir að segja því að það hefur svo mikill hávaði í því sem þeir eru að gera. Og það má kannski undirstrika með þetta með börnin að minna kannski foreldra sem ef einhverjir foreldrar að hlusta á okkur og að einmitt minna börnin sín á það, ef þau hitta börn í skólanum, að umburðarlyndi aðall Íslendinga. Já, þessna fór ég til dæmis fyrir nokkrum mánuðum að leita eftir samskiptum við eins og Sverrir Ragnarsson og Tamil og gerði það vini á Facebook og að halda samskiptaleiðunum opnum eins mikið og hægt En ég var reyndar ekki tekist að tengjast Sverri, sko. Það virkar ekki hjá mér að tengja síma við þessa útsendingaðstöðu sem ég með. Já. Og þannig að ég verði eiginlega bara að bíða eftir því að Sverrir reddi sér Google+. Það spurningum einhver taki að sér að koma því upp hjá honum. Ég held að Sverrir sé. Hvað segirðu? Dast aðeins út af það? Mér minni að Sverrir sé vinalistanum mínum. Já, hann líka hjá mér, sko. Já. Og eins og þú veist, þá hef ég verið að grúska mikið einmitt í hvað múslímar segja, það að segja hvað múslímskar konur að segja. Ég hef mikinn áhuga á því vegna þess að þær hafa verið útmálaðir hér í okkar heimi sem undirmálshópur innan múslíma trúarinnar. En það risastór hópur múslíma kvenna sem eru mjög aktívar. Bæði að tjá sig menningarmál, menntunarmál, trúmál. Já, þú sér það bara þegar þú horfir á Press TV, þá sér það rosa mikið af konum sem eru þar að vinna, sko, þular. Já, þær eru allar með slæður. Já, það að því þær vilja það sjálfar, sko. Það fullt af konum í Íran sem eru ekki með slæður. Já. Manstu eftir myndbandur í það sem einhver svona vestræn drusla labbaði götur New York og var svona, já, það allir bara blístra á mig og allir að horfa brjóstina á mér og bara Þú veist, hún alltaf var að dressa sig bara með auglýsingaskiltið, þú veist, bara fuck me, sko. Og svo var hann að bása svona yfir því. Þessi tilraun var gerð áður, það sem að kona labbaði í svona mjög sexy vestrænum fötum og það var alltaf slefan og eftir henn alla leiðina. Síðan gekk hún í þessari búrku eða hvað þetta sem það kalla, reynda búrku light, ekki þessi hérna gamebúningi, sko. Þetta er búrku light, sko. Og þá blístraði enginn og ekkert gerðist. Já. Þannig að þetta sko, vestrænar konur eru svona hroka fávitar að þær eru að segja, já, allar þessar, já, hvað er það ekki, cirka 1,5 billjón kvenna, eru bara viljalausir fávitar, sko. Þær vita ekkert, þetta er bara fávitar, sko. Menninni bara fara með þær eins og mís og þetta eru bara fávitar. Veitu, hvernig væri að þið myndu bara kynnast þessum konum og bera allavega lágmarksvirðingu fyrir þeim og spurja það hvað þeim finnst. Þær líta það sem virðingu við föður sinn að vera ekki að vekja kynferðisgirnir hægra og vinstri út allan bæ. Og ég veit að með dóttur mína, ég myndi virða það við hana, hún myndi ekki vilja vera
hóra eins og Hannah Montana, bara frábært, ég stið það, sko. Það eru tveir punktar sem kom upp í huga. Annars vegar það að þegar ég var að byrja að skoða sjónarmið íslamskra kvenna, þá eitt af því fyrsta sem ég rakst á var grein sem var skrifuð af bandarískri múslimakonu sem bloggar mjög dugleg í New York að blogga. Það sem hún gerði grein, það sem hún fór yfir mismunandi búrkutískur og hijab-tískur í mismunandi múslimaríkjum og fór yfir margbreytileika í sniði, stíl, litum, hefðum hvernig þetta væri sett á og notað, fór vítt og breytt yfir þetta og taldi líka upp löndin þar sem að karlaveldið, ekki trúarveldið, heldur karlaveldið var að reyna að þvinga og svo dró fram hvað var litríkt sjónarmið eða sjónarhorf margra kvenna í löndum þar sem ekki var karlaveldi, eða allan ekki sterkt, en þær voru samt að gera þetta af trúarlegum ástæðum. Og það er mjög mikið af konum á Vesturlöndum sem á fullkomið frelsi að velja hvort þær eru með búrku eða hijab eða ekki. Það er fullt af konum í Frakklandi og Bretlandi sem mótmæla hástöfum að það sé verið að neyða þær til að taka þetta niður, til dæmis út að keyra eða rétta sig. En hvað veit það er? Þetta eru bara einhverja kettlingar. Akkur eiga vestrænar kettlingar að vera að hlusta á einhverja múslimakettlingar? Þetta eru bara einhverju sauðir. Að því að vestrænar feministakettlingar vita rétt. Þetta eru bara fávitar með hór í báðum nösum, sko. Nú, annar punktur sem ég langar kannski líka að draga fram, að ég er búinn að skrifa 3 greinar í kjölfarið á þessu voðaverki í París. 2 á logostal.com og 1 á hreinberg.is. Og í fyrstu greininni minni þá talaði ég viðhorf fólks inn í Arabistan. Og ég útskýrði það ekki í greininni, en að nota þetta orð, Arabistan, lærði ég í samskiptum við tyrkneska konu sem ég skrifaðist reglulega á við alls konar menningarhluti. Þetta er kona sem býr í Istanbul, hún ég kynntist henni reyndar í gegnum hundaspjall, hún er hundaþjálfari og hún er múslimi, hún er alin upp inn í miðhálendi Tyrklands þar sem eru meira gamaldagsreglur, hún er búin að fara til New York og Toronto og mennta sig, hún vinnur í netmarkaðsmálum, þetta er nútíma kona út í gegn og það er hún sem að þolir ekki viðhorf, þröngsýn viðhorf fólksins í Arabistan, hún var ekkert að tengja það við trúarbrögð. En Arabistan fyrir henni er ekki Sádi-Arabía. Það eru öll þau lönd sem eru með þessi vahabista þröngsýnu karlaveldis sjónarmið. Hvað eru margar konur á Vesturlöndum sem hafa heyrt þetta sjónarmið? Já, þær vilja bara, þær náttúrulega eru bara á sinni bylgjulengd, sko. Og það verðist verið einhver bylgjulengd sem engin heilbrigð hugsun kemst inn á, sko. Tengjum þetta eins við gyðinga og síónista. Það er til tungumál sem var mjög vinsælt meðal gyðinga í Þýskalandi og Póllandi, jiddiska. Það er til meira Ashkenazi gyðingagreininni. Það eru 5 greinar af gyðingum, það er ekki margir sem vita það. Að Ashkenazi er svo fjölmennasta og það eru meira minna Ashkenazi gyðingar sem eru á bakvið síónismann og Ísrael. Og Ashkenazi gyðingar rekja rætur sínar til Kasaks gyðinga sem voru norður af Kákasus lengi og stórveldi í 4 aldir. Ríki sem tók upp gyðingatrú. Ekki margir sem vita af því. En það var mjög algengt þegar jiddiskar konur komið til Bandaríkjanna að það var mjög mikil barátta fyrir þær og hann skrifar mikið þetta Isaac Bashevis Singer sem var mjög virtur rithöfundur og að þessar konur neituðu að taka niður slæðuna. Það er alveg harðneituð að taka niður slæðina. Það var bara, kom ekki til greina að karlmenn utan fjölskyldunar fengi að sjá hárið á þeim. Já. Þetta er bara viðhorf. Já. Ég meina, af hverju þurfa allir að vera druslur eins og Hannah Montana eða mellur eins og Disney, sko, stelpunar allar. Ef þú horfir á melluvæðingu Disney, það er alveg bara, ef þú slær inn Disney sluts í Google, þá færðu alveg bara
Mér dettur allt í einu kemur upp í hugan samræður sem ég átti við konu, íslenska konu, mjög vel menntaða konu, hún femínisti reyndar, ég veit ekki hvort það plús eða mínus, en hún svona frekar femínisti, það að segja unga jafnréttiskona. Hún fór í samkvæmi þar sem var svona móttaka í tengslu við vinnuna hennar. Það var sérst ekki neitt með drykkjusamkvæmi, þetta voru snittur og kaffi og það var verið að taka á móti einhverjum fyrirmennum og gera eitthvað, það var svona einhver athöfn í tengslu við vinnuna. Og hún fór í kjól og hún sagði við mig og svo var ég í hórusokkum. En hérna ætla bara að sýna myndir hérna, þetta eru svo kallar Disney sluts, ég set bara inn Disney sluts. Sjáðu meira að segja prinsessunar í teiknimyndunum eru orðnar hálfgerðar mellur sko. Og hérna er Hannah Montana. Hérna er Hannah Montana. Þetta er hún hérna söngkona. Ég man ekki hvað hún heitir í augnablikinu. Hún er Disney dama þessi. Hérna er Disney. Þetta eru bara krakkar sko. Verið að taka unglingsstelpur og gera þær að kyntáknum. Já, hérna tóku þær Ólan upp sem Hannah Montana og svo er hún orðið núna, kemur hún fram undir sín eigin nafni, sko, þannig að allar ungu stelpuna fylgja henni, sko. Og hérna, þú veist, já, ég veit það ekki, ég óska mér ekki dóttur minni þá framtíð að vera Disney-mella, sko. Og hvað eru margar konur sem hafa þurft að glíma við það áratugum saman að vera þær sjálfar af því að þær gátu ekki uppfyllt einhverjar woke ímyndir og ekki eru þessar ímyndir neitt léttari fyrir unglingsstelpur að eldast við. Og svo á sama tíma og ríkisvaldið er að banna kaup á vændi, þá eru ríkisfjölmiðlarnir að keyra þessa melluvæðingu hægri vinstri, sko þeir rala upp mellur en banna viðskipti með mellur, veist, þetta er bara Svolítið svipað eins og kaþólska kirkjan hélt fólki í 1000 ár í hugarviðjum að banna er kynlíf en vera sífellt að tala um það. Gömlu trikkin virka best. Þetta er það sama og ég minnist við að þegar feministakonan, hún gat ekki sagt ég var kynþokkafullt klædd, hún var klædd kynþokkafullt. Nei, af því hún hafði farið í nælonsokka, svona hnérsokka, þá hafði hún verið í hórusokkum. Hún var sjálf með neikvæðar ímyndir af konum sem klæða sig á ákveðin hátt. Og við erum alltaf í hring að sko ef hugurðin er bara rörsýn, það eru 360 gráður í hringnum en ef þú ert bara að horfa í gegnum 5 gráður, hver er þó munurinn á hinni frjálslyndu vesturlandakonu eða þessari hijab konu þarna með rimla fyrir augunum? Já, en hérna er einmitt það sem ég var að tala um, eða þú varst að tala um fyrir ekki. Það er þessi hijab fashion, sko. Já. Að hérna, sko, það er náttúrulega... Kíktu á... Markmiðið með þessum klæðnaði er að vera ekki að vekja girndir hjá ókunnugu fólki. Ein spurning. Sem er náttúrulega konur sem eru hræddar við nauðgun og fleira slíkt. Akkur vilja þær vera klæddar sem mellur? Ein spurning. Hver af þessum konum líta út fyrir að vera ónáttúrulegar eða bældar? Þetta getur náttúrulega verið módel, maður veit það náttúrulega ekki. Já, en ég sá mjög margt af bældum, ýktum kynferðisímyndum í myndinni sem varst með áður. Að þessum allsberu tónlingstelpum. Já, en hérna annað sambandi við sko þeir sem eru svæsnastir í barnaníði og fleira slíkt eru þessar royal fjölskyldur og kanamellunar sem að sleikja raskatið á þeim. Ertu búin að taka og það er talað að það sé, ég sá einn vera spá í það að ástæðan fyrir þessum atburðum í Frakklandi var til þess að taka athyglinni frá að það verið að bösta konungsfjölskylduna og prinsana og allt þetta lið fyrir sko barnaníð og barnamorð sko. Er ekki búið að vera greinafjöldi núna um Andrew og Prins að við verið með eitthvað kynlífsþræli í eitthvað 2 ár? Jú, þetta er allt saman að koma upp og þannig að þeir þurftu desperately á einhverjum svona
distraction eða sem einhverju truflun á því ferli sko. Svo veit ég ekki ennþá hvað í gangi þarna með Bill Cosby. Það lygi. Það er ekki, það er bara verið að taka niður. Já, þetta er bara freim og sjáðu druslunar sem hafa komið á ákjartan sko. Ég eitti alveg 5 eða 6 klukkutímum bara núna fyrir nýlega bara eitt kvöld í að fara í gegnum ákveðna breidd af myndböndum og greinum, bæði með og móti, og ég í dag á því að það sé verið að taka niður út af einhverju, ég veit ekki hvers vegna. Jú, hann var krítiskur sko, þú veist að hún hérna gamli strigakjafturinn sem dó nýlega, hvað heitir hún aftur? Joan Rivers. Já, hún sagði nýlega, ég sá vídeo af því, þar sem hún sagði við fréttamenn, hey, come on, ég menna, og Michelle Obama trendy, Michelle Obama hún maður, sko. Að hún sé transgender? Já, nei, hún maður. Hún bara kallmaður eins og Var Joan Rivers að segja þetta? Já, hún sagði, come on, ég meina það sjá þetta allir, það vita þetta allir, come on, ég meina hvað í gangi hjá okkur? Þetta nú samsæri sem segir sex. Það bara til vídeo, Joan Rivers, hvað heitir hún, segir Michelle. Þá dæturnar eru þá hvað? Hvað héta Íslandi þegar konur tók upp álfabörn, umskiptingur? Börnin eru náttúrulega bara tekin í gegnum child protection, það í barnavernd, bara rænt af einhverju fólki, sko. Ég hef nú hvergi þorað að segja skoðun mín á Obama, það svo vinsælt að rífa hann í tætlur. Hann bara trúður, þú séu vídeo mitt það sem mynd af honum með handlaranum sínum, sko. Hann svo lítill krakki, sko. Það gyðinga handlari sem að sér að hann gerir ekki neina vitleysur, sko. Hann alltaf uppdópaður og bara í golfi, sko. Já, þetta hefur ekki heyrt með Michelle Obama. En það enda talandi það að Bill Cosby náttúrulega hefur gert óbúslega mikið í gegnum sérstaklega The Huxley Family, Cosby Show, að upphefja ákveðin svona trend inn í fjölskyldum að heimilisfæðirinn, hann má gera vitleysur, hann þarf að hlusta á dætur sínar og konuna sína og hann má hafa sig svo kjánir, hann samt fastur fyrir og fullt af góðum gildum sem hann var að halda fram í þessu þáttu. Já, hann líka eiginlega síðasta fyrirmyndin af svona svörtu manni sem góð fyrirmynd, sko. Heimilisföður yfir leitt fannst mér þegar ég horfði á þetta. En ég horfði á þetta sem krakki, ég man ekkert hvað var í þessu. En hérna þetta vídeo með henni, heyrir eitthvað í því eða? Ekki ennþá, það kemur á skjáinn. Nei, ég heyri ekki hljóðið. Nei. En það allt í lagi, ég á eftir að kíkja á þetta. Já, hérna hún öll saman saumuð kellingagreið og hérna segir hún, það hérna sem hún segir þetta, sko. Og svo deyr hún bara skömmu seinna. Já, það kemst ekki upp með að segja þetta. Þetta alveg samstæri, maður. En hvernig tengist það með Cosby? Ég man ekki alveg samsæri með hann Cosby, að ég held hvort hann var að kritisera eitthvað eða hvort þeir þurftu bara að taka niður þessa ímynd sem hann hafði, sko. Já. Þú veist að núna verið að gera kallmenn að nornum, sko. Já, og svo líka tengist þetta eins og þetta. Hann var ákveðin ímynd og fyrir þá sem ekki eru undir áhrifum að þessu samsæri. Það var svo líka annað sem bæði Noam Chomsky og Chris Hedges hafa verið að tala og fleiri eru sjálfsagt farnir að tala ég aðeins farin að minnast á það í sumum mínum skrifum að það sem kallað atomization of society eða atomisering meira og meira einstaklingshyggja, meira og meira að þú sett bara stak, meira og meira að þú sett bara eyland, meira að ráðast á fjölskylduheildina. Sjáðu hvernig Róm hrundi, fjölskylduheildin hrundi fyrst. Öll heimsveldi hrynja þegar fjölskylduheildin hrynja. En sko leið og þeir sem stjórna hugarmótun fólksins vilja einmitt einangra þig í huga þínu
fá þig inn í Android síman eða iPhone-ið þinn, fá þig inn á netið, halda þér á Facebook, halda þér í blöðunum, halda þér sem staki í ánni. Þú ert atómið, þú ert vatnsdropi í hafinu, þú ert heilög gull og gefsemi. Alveg eins og ég benti á í greini minni að þessi 12 einstaklingar í París, ef þeir yfirleitt dóu, þeir voru skotnir bak við luktar dyr. Enginn að tala það. Að þetta voru bara casualties of war í stríði sem búið að vera í gangi síðan 2001 eða lengur, kannski frá 1947. Í stímur? Já, ég er hluta. Við þurfum að hafa svo mikla yfirsýn ef við ætlum að forðast að vera, ég finn mjög sterkt fyrir þessu síðan ég vaknaði til vitundur það, hversu meira og meira maður orðinn bara einstaklingur. Sjáðu hvað einmanaleiki er vaxandi á fólki, fólk sundur kvalið af einmanaleika. Það planið, það með því að brjóta upp fjölskylduna, þá nærðu fram þessum einmanaleika. Ég ætla að sýna þér annað myndband hérna sem endurspeglar hugarsýki þessa fólk sem rúlar. Það þessi hérna kelling. Hérna hún að segja að við eigum að hætta að hugsa börnin okkar sem okkar börn. Við eigum að hugsa það sem börn samfélagsins, sem þýðir börn ríkisstjórnarinnar sem eru beint inn í Brave New World Order, það sem það bara rækta börnin, og að elska móður sína bara synd. Og Bill Cosby, í allan að Cosby Show og þú vinna sem hann hefur unnið í tengslu við það, stendur fyrir það að sameina fjölskylduheildina, styrkja hana. Já, þessna þurftu að taka niður. Fyrsta lagi, það tvíþætt, það fyrsta lagi að dímonisera karlmenn, þeir eru allir nauðgarar og kynferðislegir fávitar, og að brjóta niður heilbrigt fjölskyldumunstur. Markmiðið að brjóta niður fjölskylduna. Þannig nær og mammaðinn og pappiðinn ríkisstjórnin. Maki og börnin eru bara eitthvað sem börnin eru ríkisstjórnin. Það bara snýst allt ríkisstjórnin eitthvað. Nú býttu hægur, nú er hausinn á mér aðeins að bilast. Þegar ég var að byrja að horfa á múslímaheiminn, þá var ég svolítið að horfa á myndskeið, ég horfði á mjög mikið af myndböndum sem voru framleidd í Egyptalandi. Egyptalandi tiltölulega frjálst samfélag, svona miðað við Arabistan. Það svona á jaðri Arabistan. Ekki margir sem vita það að Egyptalandi eru með einhverja öflugustu leyniþjónustu í heiminum til þess að targeta terrorista og taka þá út. Og búin að vera alveg frá því að hann var hvað hét hann sem hann var skotinn, sem samdi frið í Ísrael, Sadat, frá því það var hann sem kom inn á fót. Anwar Sadat. Í Egyptalandi þá til þess, þú veist, konur, sumar með hijab, aðrar ekki, og það mjög algengt, ég sé viðtöl við egypskar konur sem setja hijabið á bara til að fara í vinnuna. Bara alveg eins og íslenskar konur fara í ákveðna drakt til þess að mæta á skrifstofuna í vinnuna. En fara svo í jogginggallan þegar þeir eru komin heim og eru að fara að elda handa börnunum sínum. Og taka upp sokkana eftir kallinn sinn, eða reka hann til að taka upp sokkana. En þá fór ég að horfa mikið á, það til dæmis, ég hef hort á konur í egypskum sjónvarpsþætti hnakkrífast út af múslímskum skoðum. Það sem það hnakkrífust og önnur þeir með þess að gekk út og henni var bara rekin út úr miðjum svona viðtalsþætti af því þær voru ekki sammálað trúarskoðanir. Þetta svolítið dýnamískt og lifandi samfélag. 15% af þessu samfélagi, þetta 80 milljón manna þjóð, 15% eru kristnir. Í græna vorinu það var fullt af múslimum sem vernduðu kirkjur þegar aðrir ætluðu að ráðast að þær og það voru fullt af kristnum sem slógu hringum bænastundir múslima. Veröldin ekki svarthvít. Og síðan fór ég að horfa á til þess myndskeið þar sem að múslímskir karlmenn voru að tala viðhorf gegn konum. Og til dæmis það eru margir inn í múslímaheiminum, varðandi sharia-lögin sem eru bara hluta til byggð á Kóranum, bara hluta til. Sumt mikið hefðir og annað.
að það mikið af í múslimalöndum þar sem að sko menn réttlæta flengingar á óhlýðnum konum. Og þetta náttúrulega eitthvað sem óhugsandi fyrir vestrænt þenkjandi fólk að skoða. Svo ég fór að skoða viðtöl og ég fór að sjá fullt af samræðum og millum að karlmanna hvernig ætti að nálgast þetta. Og mjög fróðlegt að sjá mismunandi skoðanir meðal karlmanna hvernig þeir ætti að vinna úr. Vegna þess að það voru karlmenn sem vildi ekki gera þetta, sem voru að leita ráða ef hvort þeir ættu að gera þetta og þá hvernig. Samanber umræðina hann í Bandaríkjunum að það var ekki á Flórída núna bara fyrir nokkrum dögum að það var maður sem að kallaði til lögregluna til að vera vitni að því hann ætlaði að flengja dóttur sína. Bara til þess að vera viss hann væri innan velsæmismarka eða lagalegra marka. Og það mikil umræða þetta núna vestanhafs. Það reyndar mín skoðun á að flengingar og ofbeldi heimska, sko. Já, ofbeldi aldrei úrræði, aldrei réttlætanlegt. Nei, ef að konaðinn heimskur hálfviti sem ekki hægt að tjónka við, þá bara notaru þetta verkfæri sem heitir hurðin, verður bara út, kemur aldrei aftur. En nú hef ég búið með konu sem frá Miðjarðarhafinu og þegar við hófum okkar sambúð, þá bjó ég með henni á nákvæmlega þann hátt sem íslensk kona ætlast til að ég búi með henni með. Og viðþorf, hún sagði við mig, hún búin að búa saman í mánuð. Hún sagði, þú ert ekki alvöru kallmaður. Já. Þú kannt ekki að draga nein mörk. Þú kannt ekki að vera húsbóndi á heimilinu. Hún var alveg spinnegal og brjáluð af því að ég tók ekki vald yfir heimilinu. Ég tók mér ekki húsbóndavald af því að ég iðkaði jafnrétti. Íslenskt jafnrétti. Já, sko valdstjórnin sem búin að kana mellunar, þær sko, kanamellunar vilja allir séu kerlingar. Það hentar rosalega vel í svona arðrán og svona í þeirra starfsemi, sko. Og það hentar ekkert að hafa ykkur svona kallmenn með skoðanir. Það alveg bara no. Þú þarft að tala við feministan okkar, sko. En ég hef sagt þér áður og þetta stutt síðan ég fór að hugsa þetta, að þegar við fórum að tala finndu þann sem þú mátt ekki gagnrýna, þá finnur þann sem ræður. Og það eitt sem þú mátt ekki gagnrýna og það eru konur. Já, það ekki alveg rétt, sko. Ég náttúrulega, þegar ég var á Íslandi, þá var ég í kirkju, sko. Og þar var ég nú svona þekktasta kallrembusvínið, sko. Og trúsystur mínar úr þeim söfnuðum geta staðfest það að ég viðurkennt kallrembusvín, en það alveg virkar, sko. Það bara virkar vel fyrir mig. Og það það sem að konur að leita að, það vilja kallmenn, sko. Nema náttúrulega þær sem að leita að konum og það náttúrulega bara allt önnur deild, sko. Já. Allt í lagi með það, ég hef ekkert á móti því. Ég alveg til að hafa nokkra konur, sko. Ég ekki vissum að kona mín sé samanlega reyndar, en kallmenn einhvern veginn bara þannig víraðir að þeir hafa ekkert á móti því, sko. Ég hef kynst þessu saman. En það sem áhugavert að það hugarstjórn í gangi. Og það getur alveg eins verið samsæri þarna eins og annars staðar. En við erum búin að fara vítt og breytt. Ég kem alltaf á sömu niðurstöðu. Ef þú ert inn í einhverju hugmyndakerfi, þá stjórnar það hugsunina. Og hvernig brýtur hugmyndakerfi? Ég hef sagt það áður, þú gerir það með því að taka gildið af hugmyndinni, hvort hún sé rétt eða röng. Hún getur haft ákveðið vægi, hún getur haft jákvæðar eða neikvæðar afleiðingar, en ef þú ert búin að einangra þig inn í einni hugsun, þá sérðu ekki hinar 5. Það ekki þar með að þú þurfir að velja hinar 5, en ef þú veist af þeim, ef þú ert búin að meta hversu virði þær eru, og ef þú hefur sveigjanleika til þess að segja, heyrðu, stundum þarf ég kannski að nota númer 3. Já, einmitt. Ég meina, bara tökum sem dæmi. Allir fullorðnir einstaklingar eru kynverur. Hvort sem það maður og kona, þegar þú ert orðin kynvera og ferð að iðka kynlíf með fólki sem þú dregst að. Nú orða ég þetta pólitískt rétt. Við vitum það að í
í heimi kynverunar eru iðkaðar flengingar í erótískum tilgangi. En það má hvergi tala um það. Jú, það er nú í öllum bíómyndum, er það ekki? Já, ég segi bara svona. Já, já. Ég áveit þetta sem dæmi. Auðvitað er rangt að flengja börni sín. Auðvitað er rangt að fólk sem býr saman sé að flengja hvort annan. Hvort sem það er kona sem að gera lítið úr manni sínu með orðum eða maður sem að þrífur í hana og skellir í bossana á henni af því hann er reiður. Eða hún niðurlægir hann af því hann er reiður. Við vitum það að orð frá konum geta rifið niður kallmenn á nokkrum sekúndum ef þau eru haganleg. Við vitum að konur hafa 3-faldan til 5-faldan orðaforða á við okkur. Sérstaklega í tilfinningamálum. Nei, það er bara, ofbeldi er aldrei leið í neinu málum. Það er það að sé á við. Það er náttúrulega ekki ofbeldi þegar að fólk er í ástarleik og það er eitthvað svona verið að klappa saman, sko. Það er ekki ofbeldi, sko. En að beita ofbeldi í hvaða formi sem það er, og það gildir líka andlega ofbeldi, það er náttúrulega bara, það er þá sjúkleiki hjá þeim sem er að beita því, sko. Já, það sem ég á við er ekki þetta. Við erum alveg sammála um þetta. Það sem ég á við er að athöfnin sem slík. Ég hef séð kallmenn og ég hef lent í því sjálfur að vera rifið niður. Það er alveg bara eins og stungin á hol af velvöldum orðum. Og ég hef átt samræður um þetta við mikið af konum og það er mjög mikið af konum sem munu fyrstar einmitt undirstrika já. Við eigum mjög auðvelt með að beita ykkur ofbeldi ef við viljum það. Og þá er ég að tala um orð. Já, þar lenti ég nú í, það hefur ekki virkað á mig. Ég hef lent í konum sem að voru yfirviktarmenn í þessu orðarfari, eða í þessum aðferðum, og þær hafa ekki átt roð í mig. Og það er eitt, já, þannig að og svona í huga mínum eru sérstaklega 2 konur sem að voru mjög flinkar í þessu og beittu mjög marga, mjög miklu, já, geta tekið menn svona niður og konur. Það áttu einfaldlega ekki roð í mig, sko, og eruðu báðar ágætar vinkonur mínar, sko. Það var ákveðin virðing fyrir mér, af því að, sko, það er eitt sem að hljómar alltaf í huganum að mér þegar fólk kemur svona að mér, að það er bara svona, who the fuck are you? Fuck you, sko. Og kemur mér þessu á ensku, sko. Bara, hver er þú? Spurðu mig ekki hvað ég kann í dag, heldur hvað ég hef gert mistök til að læra þetta. En það sem ég á við er það að ég hef líka séð að konur nota svona orðaflengingu sem að rífur mann niður. Ég hef líka séð þær geta notað það til þess að hífa hann upp. Nákvæmlega sem atvik. Ég á við að sko eitt sem er rétt hér gæti verið rangt hér, en ef við höfum vald yfir því þá vitum við, það kemur alltaf ef við höfum vald yfir eigin hugsun, eigin sjóndeildarhring, eigin skoðun, eigin trú. Hvað er heldur að séu mikið af fólk í dag inn í kristna heiminum sem er farið að efast kannski hluti sem því er kennt, en þorir ekki að rýna í það og fara í gegnum trúarefa, og þú þekkir það örugglega reynslu eins og ég, þegar þú ferði í gegnum slíkt ferli og ferði í gegnum trúarefa, þá yfirleitt vex trú þín, en hún breytist, en hvað heldur að sé mikið af fólki sem er fast inn í hugarramma, þá þorir ekki að rýna í kenningarnar sem eru notaðar til að stjórna þeim, eða af því það er inn í ákveðnum söfnuðum, eða einhverjum hugafari, af því að það er hrætt útskúfun, hrætt að missa eilífalífið, hrætt að missa, hrætt. Það er það sé á við. Ef við getum ekki, sko við þurfum að geta hrist upp í okkar eigin hugarbóksi og sjá hvað það er. En það er einmitt þetta sem að ég held að ég hef verið svona í útskúfun í nánast öllum kirkjum sem ég hef verið í svona ákveðin tegund af útskúfun. Ég hef bara verið rekinn vetni. Nei, ég hef ekki aldrei verið rekinn, sko, ég hef aldrei verið rekinn úr kirkju reyndar, en
mér líður bara svo vel með sjálfum mér. Það hefur, þú veist, já, við bjóðum ekki neinn partí og það ringir enginn í því. Bara, fín, það er nóg að gera, ég er nóg annað að gera, sko. Þess vegna er ég svo kurteis í dag, ég er svo oft búinn að hrista svo mörg tré á ýmsum stöðum og það er svo oft búið að sparka all hraustlega í mig að ég er komið með púða á rassi. Já, þú ert svona svolítið lurkum lamin akkurat núna. En það sem ég kannski, eins og ég hef sagt áður, að með ringin reyndar, ég get lýst þér líka með höndunum á mér, að sko, ef að þetta er það sem þú heldur að þú sért og þetta er það sem þú í raunverulega ert, þá liggur kvöl þín þar á milli, sko. Já. Og ég er bara hér. Ég geri mér óbúslega litlar grillur að ég sé eitthvað meira heldur en ég akkurat er. Og til þess að þessi kettlingatrykk virki, þá þarf það að vera nokkuð hátt spenntur hérna, sko. Alveg rétt. Þannig að þegar kettlingar byrja að segja, já, þú ert nú bara aumingi. Já, það getur nú verið. Akkur finnst þér ég að vera aumingi? Er einhver sérstök rök fyrir því? Já, þú ert bara kallrembusvín. Já, hvernig lýsir það sér helst þeir? Hvernig, ég kannast við það að vera kallrembusvín, en akkur byrjar það þig? Þú veist, bara... Þú ert bara, það er ekki hægt að tala við þig, sko. Nei. Ég var ekki bara hægt að tala saman? Nei, það er ekki hægt. Þú veit fyrir maður, veist bara, já, heyrðu, ekki bara fá okkur kaffi. Eða næst, ef þú heldur að þessu áfram og flengi þig. Já, það er eftir að hafa hort á Stefán Miljuna, þá er það aldrei laust, sko. Stefán er góður upp á vissu marki. Já, já. Ég tók smá Stefáns sessjón nýlega. Hann er alveg með þetta á hreinu í sambandi við barnauppeldi. Þau eru varnarlausar verur í heimsókn, eins og börnin mín eru varnarlausar verur í heimsókn hjá mér. Ja. Það er völd ekki að koma hingað og þær geta ekkert farið, það eru bara stökkuð. Það er mjög góða punkta. Það var hann sem opnaði auga mín til dæmis fyrir því að fara að taka eftir því hversu mikið af ofbeldiskendu fólki er alið upp á konum sem að þykjast í orði hvernig afneta ofbeldi. Ég held að það sé bara mannréttindabrot að ungir drengir séu aldur upp af konum einum saman. Ég treysti þeim ekki fyrir ungum drengjum, sko. Tek undir það? Það held ég að sé bara jaðra við glæp gegn mannkyni, sko. Er ég nokkuð að djúpt í árun eða? Nei, ég tek undir þetta með þér. Ég er búinn að vera lengi að íhuga það að skrifa nokkrar greinar, hugsanlega bók skilda hluti. Það er svona safnað saman punktar sem að munu einhvern tímann verða eitthvað úr. Ég er náttúrulega alveg upp af svona, það héti þá daga rauðsóku, sko. Þannig ég er með, ég tala af eigin reynslu, sko. Og þetta er alveg ræðilegt að alast upp í þessu, sko. Já, við höfum svipaða reynslu hvað þetta snertir. Já, og ég sé það bara hérna hjá okkur hjónunum, sko. Reyndar er kona mín alveg fluggáfuð, sko. Og hennar rætt, sko. Þau eru alltaf hæðst í öllum skólum, sko. Bróðurinnar er núna allir með sér læknanámi, þar sem hann fær skólarshipa því að hann er alltaf hæðstur í öllum. Já. Og hún sjálf var alltaf hæðst nema hún var sett niður af því að það þurfti að vera strákar efstir í bekknum, sko. Og kona mín var sett örlítið niður, sko. Og hún er ekkert að pirra að segja því, það er bara, já, svona er þetta. Nei. Sumir hafa nú einhvern tímann í einhver rifrildi, var einhver að segja að kona þín er bara kúuð, sko. Það er fólk sem segir það þekkir ekki konuna mína, sko. Þegar hún hefur alveg, hún veit alveg hvaðan hún kemur, sko, og hvert hún er að fara. Og hefur alveg sinn sterka vilja og það valtrar enginn yfir hana, sko. Já, myndum með það, þú ert vel giftur.
Já, mjög vel giftur. Það eru góðar konur í Afríku sums staðar, Já, en líka mjög mikið að bara keksrugluðu kvenfólki þar líka náttúrulega. Já, bara eins og allstaðar. Ég hef átt samskipti við fólk í Afríku sem er bara vel vandað og gott fólk. Og margir Íslendingar hefðu gott af því að nota netið meira í samskipti við fólk erlendis. Ég hef verið mjög duglegur við að nota social media til að kynnast fólki erlendis og eiga samskipti. Og það bara víkkar sjóndeildarhringinn. Já, þeir sem eru rasistar og eru ykkur svona rugluðu hausar eða íslamshatarar eða svona hatarar eða þeir missa svo mikið af fólki, góðu fólki. Það kynnast mikið af góðu fólki. Til þess að ef ég var rasisti eða svona hatari þá hefði ég aldrei kynnst þessar yndislegu konur. Já. Og það eitt til dæmis, mér dettur bara í hug 2 vinkonur mínar sem eru eða kunningjakonur. Önnur þeirra er nú búsett hér á landi og þær eru frá sikkurum staðnum í Afríku. Það er svo langt á milli að það er bara himinn og haf. Afríka er svo risastór. Já. Og þær báðar búa í landi eða eru aldrei upp í landi og menntaðar í sínu heimalandi í landi sem við höfum ákveðna ímyndað. Þegar við okkur dettur í hug þessi lönd, ég ætla ekki að nefna þau að nafna því að út af bara tengingu við þær að er ekkert víst að þeirra hafa áhuga á því, en annar af þessari konu kynntist ég einmitt í gegnum spjall einmitt hundaspjall. Ég hef verið mjög virkur í gegnum hundaþjálfunina með samskipti við fólk. Og þessi kona á 3 hunda og hefur mikið áhuga á hundaþjálfun og hún er kristin og hún vinnur á stofnun í höfuðborginni þar sem hún er að vinna með tölfræði og ákveðna útreikninga og er mjög vel meðvituð sko hvað í gangi í heimsmálum, hvað í gangi í hennarmálum, menningarhluti, sögu, hún hefur ferðast. Og það er eins með hina sem ég þekki bara í gegnum kunningskap hér heima og ég hef átt mikla samræður við báðar þessar konur. Það eru báðar háskólamenntaðar, það eru aldar upp á heimilum sem eru ekkert minna menntuð en heimili hér heima, þær eru með á nótunum, þær hafa ferðast, þær eru djúpt hugsandi, þær eru meðvitaðar menningarmismun og pælingar og maður gleymir sér tímunum saman í samræður við þessar konur, svo ef maður lendir í íslenskum saumaklúbbi, þá bara, já, útsala í Smáralind, já, hvað er að gerast í Game of Thrones, já, er Íslam trúarbrögðins illa, já, heyrðu, ég þarf að skreppa og fara að leika kapal eða eitthvað, sko. Já, það er spurning hvort við leggjum það verkefni fyrir hlustendur Frelsi TV að við, sem eru kristna megin, ég veit náttúrulega ekki hvort það eru einhverju múslimar að horfa, að það sé verkefni dagsins að verða sér út sem flesta múslimska vini. Ég mæli með því, Tengjast þessu yndislega fólki sem hefur mikið til brunns að bera og við getum lært, bara frábært fólk. Við þurfum ekki endilega að vera neitt að læra það, en bara vera vinur þeirra. Drekka kaffi og ræða hvort að sólin sé rafmagn. Já, ég er ennþá að vinna á þeim punkti. Það er komið á listan hjá mér. Ég er búin að horfa á 1 myndskeið þessa pælingu. Já, það er eitt sem að skipulögð auðmýkt gefur manni. Já. Það er að maður getur bladrað alls konar hluti á þess að vera algjörlega búin að fullsanna það, því að maður getur alltaf bara beðist afsökunar á því að þetta var bara steypa hjá mér, bara fyrirgefið. Þetta var svo 2014, sko. Þú skilur enginn hvað ég er að tala um, sko, nema þú. Já, ég veit ekkert um það, en það kemur þá. Ég var að tala um það í sveitinu, ég var með þessum óbeldisstrák, sko, og ég sagði alltaf, þetta sem hún gerir í fyrra og gerur þetta algjör halvvit að gera. Það ég já, blessa, þá var ég 11 ára og nú er ég 12. Það gildir ekki lengur. Hann bara ætlaði hjól í mig, hann var svo reiður, sko. En það sem var hann þessar 2 konur sem ég myndist á áðan, það var 1 punktur sem ég vildi koma á framfæri viðbót. Svo mynd sem að fólk hefur af þessum 2 ríkjum eru moldarkofar, þurrkar, frumskóar og þvergirðingsháttur í trúarskoðunum. Og ég hef testað þetta í samræðum með fólk.
Eru þeir ekki bara að lýsa svæðum í Bandaríkjunum? Þessi lýsing getur alveg sátt við það. Eða 101 Reykjavík. Já. Nei, en ef við snúum okkur í annað, við fyrir nú að ljúka þessu bráðum. Já. Ég er aðeins bít eftir daginn, þessar útsendingar. Við erum komin út af þessu Parísamáli taka aðeins á, sko, ég verð að játa það. Og ég er mest hataði maður á Íslandi greinlega núna fyrir að voga mér að vera ekki íslamahatari. Hvað heldur að gerist næst? Vá, maður, ég þori varla að hugsa það. Ég bara þori ekki að hugsa það. Það fyrsta sem ég sá var náttúrulega augljóst er að í Bretlandi og Frakklandi og Þýskalandi þar er núna svo stór fjöldi fólk sem er líklegri til að hægt sé að teyma í stríð. Og það er búið að vera agenda í svolítinn tíma að reyna að fá nýtt stríð. En það er að fá fólk með. Hvað segirðu? Í Evrópu þá? Já, sko, það er náttúrulega mikill mótþrói líka í Bandaríkjunum. Fólk er reitt í Bandaríkjunum út af Íraksstríðinu. En það skiptist þó í tvennt. Það er fullt af fólki sem er will not tolerate this kind of evil. En það var eitt sem ég var að benda á í dag. Þú sem ekki náðu að horfa á vídeo sem ég gerði í dag París eða hvað? Nei, ég er búin að vera á ferð og flugi í dag. Já, þar var ég að horfa á myndirnar frá Frakklandi og París og ég var að benda fólki á sko hernaðar, það er hermennu vaðendum allt. Já. Og það er sko fullkomin lögregluvæðing og þessi atburður sem átti sér stað á þessari skoptekningastofu er náttúrulega bara cover-up fyrir hervæðingu landsins og herlög. Já, Skottland. Hvað segirðu? Scotland Yard sá ég bara á hlaupum frétt í dag, er að reyna að nota þetta atvik til þess að réttlæta sko hertari aðgerðir í sko elektrónískum njósnum. Já, og Evrópubandalagið er komið núna með sko ný lög sem þeir vilja keyra í gegn út af þessu, svona Patriot lög eins og í Bandaríkjunum. Voru þið tilbúinir með þessu lög fyrir löngu eða? Já, það er sjálfsögðu voru þið tilbúinir. Það er bara ljósir þetta bandarísku Patriot lögin. Ég spyr líka alltaf hvað er verið að fela. Við megum ekki gleyma því að núna eru til dæmis tvenns konar samkomulag, tvenns konar milliríkjasamningar sem að sífellt er að koma meir í umræðuna, sífellt fleiri að taka eftir, hérna TPIP og það sem að, þú veist, maður getur ekki maður er svo dáleitur að maður næri ekki svona muna nafnið á þessu. Já, þeir eru nefnilega með svo mörg nöfn, sko. Það er TPP sem eru Pacific löndin og svo er TPIP, það er Bandaríkin og Evrópa, sko. Einmitt. En Sá Jóhannes Björn var að taka þetta upp nýlega og það er nú, hann á mjög stóran listahóp. Það eru mjög fáir. Ég hef reynt að tala þetta á heldilogostal.com frekar en hreimberg.is. Já, þeir spurðum þetta á sögu. Við töluðum aðeins þetta þar síðast þegar ég var hjá þeim og líka ég gerði vídeo þetta, TPP Trójahestur kallaði ég það. Já. Og þetta er ekki engin ný fræði, þetta var náttúrulega gert með EES-samningin og þetta er búið að stunda í mörg ár, en það sem er nýtt er að það er ekkert verið að hafa fyrir því að múta þingmannu lengur, þetta er bara gert í laumi, sko, með einhverju ráðherrum. Og ég held að fólk átti sig ekki á því hvað þessi samningar þýða. Áttar fólk sig einhvern tímann á nokkru fyrir að þeir sjá bara logana í gasklefanum. En sko í hnotskurð, það er fullt af hlutum þarna, en það eina sem situr eftir þegar ég er búin að vera, það litla sem ég er búin að setja mig inn í þetta, og þetta er á listanum að fara dýpra á nýta, en það vil kannski líka benda fólki á að þetta er mikið af sko þægilegum og einföldum YouTube myndböndum þetta. Það er mjög auðvelt að finna efni þetta á YouTube þar sem gott fólk er að fara í gegnum þetta. En það sem stendur upp úr er að alþjóðafyrirtækin fá hærri rétt heldur en þjóðríkin og geta framkvæmt hluti þar sem að, sko, eins og bara, jafnvel sumstaðar þarf ekki einu svona dæma, en þau eru með sjálfkrafa meiri rétt jafnvel í álitamálum í, sko, milliríkjadómum og varðandi jafnvel hreint vald innan ríkjana. Það er verið að reyna að stroka þjóðríkin út. Já, ekki bara nóg með það. Það er, sko, þeir geta sagt bara já, við ætlum sem sagt að koma hérna með bóluefni
sem eru vafasöm og við ætlum að bólusetja alla Íslendinga. Og þá segja íslensk stjórnvöld, nei, þetta nú bara eitthvað eitur, við viljum ekkert fá þetta. Þá getur fyrirtækið farið í málaferli við íslenska ríkið eitthvað tap sem að þeir bara ákveða sjálfur. Já. Þeir segja, ok, að þið bönnuðu okkur að sprauta eitur í æðarnar á landsmönnum, þá töpuðu við $15 trilljón, sko. Já. Og þá bara stefnaðir íslenska ríkinu fyrir það og við þurfum að borga það, sko. Sem nákvæmlega það sama búið að vera að koma ítrekka upp á yfirborðið síðan 2008 og endur ekki nýtt, hefur komið líka upp 1896 eða 92 þegar fyrsta stóra bólan kom, 1929 þegar búin að koma margar smá gjaldeyrisbólur, það bara búin að vera 2 alvöru gjaldeyrishrun, það var 1896 og það var 1929, fólk ekki átt að segja á því til dæmis að frá 2008 búið að vera handstýra efnahagskerfum heimsins og kauphöllunum til þess að reyna að koma í veg fyrir nýtt verðbréfahrun, það sem fólk veit ekki í mókalesandinn sér ekki og Kastljós áhorfandinn sér ekki að sko, ef það kemur verðbréfahrun þá verður það 5-falt til 15-falt stærra heldur í gengishrun. Já, það sem að fólk átt að segja ekki á, sko, ef að þetta hérna dollarinn og þetta evran, þetta gengið á milli þeirra og báðir eru í frjálsu falli og þeir horfa bara alltaf á mismunun á milli, sko, en báðir eru búin að tapa frá upphafi 99,999% af verðgildi sínu á móti gulli. Og gullforðinn í dag í Tíbet? Nei, hann í Filippseyjum. Ég alveg sannfærður í dag hann í Tíbet. Já, það þá kínverski gullforðin. Já, það eru nokkru gullforðar í gangi, sko. Já, ég veit. Suður Ameríka til dæmis, þeim tókst að rekja Ameríkudruslunar frá sér, kanamellunar. Og Kínverjar eru svona, menn veit ekki alveg hvar þeir eru stattir í litrófinu, en Rússar eru búin að henda kanamellunum algjörlega út, sko. Já, eftir að skrifa góða grein þetta. Það að fæðast mjög gott samsæri í hausnum á mér þetta. Það tengist Egyptalandi, Tíbet, gullinu og Shambhala, Ferganadalnum, Alexander Mikla og Afganistan. En ég hef 2 heimildir fyrir gullinu í Filippseyjum. Það þessi samningur sem Ísland skrifaði undir, það sem að þeir eiga 20.000 tonna gulli, eða 20 einhver tonna gulli, og þeir eru með kreditreikning hjá hinum himneska föður og það að tala að gullið á Filippseyjum og það Bilderberg samningur, sko. Og síðan Katrín Hudson, hún sagði allur gullforði Vesturlanda á Filippseyjum. Ég held að það sé spurning, ég spyr alltaf hvað verið að fela vegna þess að stundum búið til samsæri til að fela það þriðja. En hver á gullið í Tíbet þá? Það kemur í greininu minni. Okay. Þú færð eksklusív lestur áður tíma. Nei, ég get bara að sé. En það sko... Þá verður þú eksklusív sem enginn sér. Já, en það eins og með Comex sem gullmiðlun á Vesturlöndum, hann tómur, sko, þeir eiga ekkert gull. Já. Og hrunið kemur þegar og menn hafa sagt, sko, fyrir Rússa til dæmis að ef þeir vilja slátra Vesturlöndum í efnahagsstríði, þá kaupa þeir bara gullbréf í Comex og fara og heimta delivery, sko. Þá hrynur það bara eins og spilaborg. En það sem áhugavert hvað það erfitt að rekja gullið. Eins og bara að þú ert á netinu að leita. Það mjög erfitt að rekja. Hvaða íslenski fjölmiðill annar en Frelsi TV hefur fjallað það að í Líbíu voru stólin 150 tonna gulli og í Úkraínu voru 36 eða 7 tonna stólin. Bara meðan nótt mættu sérsveitur og hirt allt gullið, sko. Frá þjóðinni, sko. En getum við tekið undir það að Charlie Hebdo gæti líka verið samsæri til þess að fela fyrir fólki það sem að gerast þarna, varðandi þessas milliríkjasamninga og þetta corporate fyrirbæri? Nei, af því að þetta hruni hjá þeim. Það verið að sækja að Royal fjölskyldunum og elitinni í sambandi við kynferðisofbeldi. Þeir virðast ekki komast undan því, þeir virðast bara sita í súpunni með það og þetta efnahagskerfi að hrynja, valdakerfið að hrynja. Mér segja hermenn eins og Alex Jones náttúrulega rosalega góður í því að vekja hermennina, sko.
og þetta fólk virðist vera komið í þá stöðu það kemst ekki undan og þá byrja svona sjálfsmorðspælinga bara að spreyja eitri yfir allt lið og drepa bara heiminn sko. En sástu líka viðtalið við David, það var í lasa reyndar ekki, ég sá bara fyrirsögnina, þar sem að verið vitni að David Cameron hafi verið að agitera fyrir því að herða, varst þú ekki að tala um þetta? Að þeir væri að vildu fara að herða meira að samsætingu. Herða á hvað mætti segja á netinu. Jú, þeir voru einmitt að tala um það, hann talaði um það í ræðu hjá Sameinuðu þjóðunum, að ef þú ert 9-11 trúþer, þú sem sagt segir, ég trú ekki þessari lygasögu sem verður að segja mér, ég vil fá nýja rannsókn, þá ertu trúþer og þá ertu hryðjuverkamaður sko. Og ef þú efast 7/7 atburðin í London, þá ertu hryðjuverkamaður sko. Og ef þú ert Íslandi veit ekki hvaða atburðir það eru. Það var þarna sprenging í lestargöngum, var það ekki? Jú, eitt strætisvagn sprengdur líka. Já. Ég hef oft heilt minnst á þetta, ég einhvern tímann kíkt á þetta í hitti fyrra, en ég veit ekki nóg um þetta. Það eru til alveg bara heilu myndirnar á netunum það, þú segir bara 7/7 hoax, flesti fannir að sitja undir hoax sko. Eða 7/7 falskt flagg, þá er bara serían af myndböndum sem fara lið fyrir lið. Þá voru þarna 15 æfingar, það kom fram í fjölmiðlum sko, að það er bara borðleggjandi að það var falskur fánur hannaður af þessu liði sem er í þessu, sem er NATO, CIA, Mossad, MI6 og þessi klíka sko. Talandi þetta, við gætum alveg farið klukkutími viðbót bara að tala um alveg breitt hér af samsærum. En mér langar að minnast aðeins á 9/11, eitt bara lítið atriði frá mínum persónulegu bæjardyrum. Þegar ég man alveg allir muna hvar þeir voru þennan dag 2001. Og horfa á tvíburaturnana hrynja í beinni útsetningu. Ég sá þetta í beinni útsetningu og maður átti ekki orð, maður gapti bara. En ég man eftir einni hugsun sem kom upp í hugan þegar þetta var. Því ég keypti þetta hrátt. Ég sporðrendi þorskinum alveg óelduðum sko. En ég man eftir einni hugsun. Ég nefnilega sko hafði 10 árum fyrr hort á Koyanis Katsi og myndskeiði þar sem er sýnt þegar að þorpið Pruitt Igoe í Suðurríkjum Bandaríkjanna var sprengt niður. þar sem hver stórbyggingin á fætur annari var látin hrynja. Þetta er mjög frægt myndskeið, Pruitt Igoe. Og í kjölfarið á því þá fór ég að skoða Demolishing of Skyscrapers. Bara þú ferð á YouTube og Demolishing Skyscrapers eða Tall Buildings. Að ég horfði á 2-3 fræðslubönd hvernig þetta er gert. Og þar var farið í gegnum að þegar að háhýsið er tekið niður, að þá þarf að fara inn í það og setja sprengjuhleðslur á mjög vel útreiknaða staði til að tryggja að sprengjurnar springi rétt, þannig að burðurinn inn í miðju húsinu fari fyrst, þannig að húsið sprengi eins og inn í sig, en af því að það er að fara niður, þá sérðu það ekki, heldur sérðu það bara eins og það sé að detta niður, beinanlega niður. Og þeir fóru í það frá mörgum hliðum að ef þú misreiknar þetta bara smá, þá dettur byggingin á byggingarnar í kring og dreifist út um allt. Kunstinn sé hún fari beint niður, hrynji inn í sjálfan sig eins og hrúga. Já. Og þegar ég horfði á þetta, þarna haustið 2011, hvað var ekki, 9. september? Já. 11. september? Nei, 9. september. Nei, það er öfugt. Já, 11. september fyrir ekki. Þegar ég horfði á þetta, þá horfði ég á þessar 2 byggingar, hrynja þarna niður með hálftíma millibili, og það var nákvæmlega eins og ég var búinn að horfa á í fræðslumyndböndum að svona byggingar ættu að fara niður ef það tækist að sprengja þær rétt. Nema þarna var verið að segja að þær hrundu út af eigin þunga út af 2 flugvélum. Og þetta sat í mér. Þannig þegar ég horfði á fyrstu samsæriskenningarmyndbandið, þá var einmitt tekið þetta fyrir. Að þær get ekki hrunið svona nema þær séu sprengdar innan frá og upp.
Ég reyndar vaknaði með 9.11 þegar ég sá byggingu 7 sem engin flugvél snerti sko. Reyndar Ég vissi ekki í langa vídeóan í gær. Já. Þá kom Tryggvi Helgason nýr hlustandinn og hann við töluðum aðeins um 9.11. Já. Þar geta menn séð nokkuð vídeo sem ég vitnaði, en þetta alveg rétt hjá þér sko. Það sem þú gerir með bygginguna er að þú sprengir miðjuna út og lætur bygginguna toga sig niður sjálfa sko. Hún toga sig niður sjálf sko. Og það er bara gert alla daga og eftir situr bara hrúa drasli sem að síðan farið að vinna í að fjarlægja. En það sem er náttúrulega svo sérstakt við turnana 2, þeir hrynja niður og svo bara byrju hvar er draslið? Hvað var allt draslið sko? Það er bara hvarf. Þetta var magnað. Og það er náttúrulega, það er þetta Amtrax og það eru til náttúrulega gervihnattamyndir og það er til vitnisburður það að það var rennandi, logandi járn í margar vikur eða mánuði og eftir hann ofan í hyllinum sko. Já. Og og svo er þessi duftsering eða pulverization sem hún Judy Wood, hvað heitir hún? Judy Booty hefur talað mikið hún er reyndar agent sko og hún hefur talað þessa pulverization sko, það sem að stál breytist bara í duft sko, hveitiduft og það er alveg ótrúlegt sko og svo líka þetta með bílana sem að brunnu en dekkin öll stráheil, það gerist eiginlega, það er fúa skrítið sko. Okay. En eins og ég hef sagt áður sko, 9.11 er fyrir mér, þú veist, ef þú horfir á byggingu 7. Sko þú sér það bara 2 eða 3 ár síðan að ég vaknaði til þess að já, ég sá þarna eitthvað myndband og þú sér að það líða þarna 10 ár. Ég trúði þessu. Svo sé ég eitthvað myndskeið á YouTube og hann minnist á það með sprengjurnar og þetta sem ég hafði hugsað 10 árum fyrr, já, af hverju sá ég þetta ekki fyrr? Og ég kem aftur á sömu niðurstöðu, við höfum búin að vera að tala í allt kvöld. Ef þú ert fastur inn í einum sjóndeildarhringi, ef þú fattar ekki að það er til önnur hlið og þú ferð ekki að gáa henni, þá ertu dáleittur sauður og verður það. En maður þarf líka reyndar að sko fjölmiðlarnir voru ekkert að hafa fyrir því að segja manni þetta sko. Nei. Þetta er eiginlega með þessu nýju samsæringa YouTube dæmi sem að þetta er að koma upp sko. En vissið þú annað að Bush og Clinton og Nixon eru allir blóðtengdir? Nei, það vissi ég ekki. Þeir koma af konungablóði. Þetta hljómar nú eins og David Icke og reptilianblóði. Nei, þetta er reyndar. Þetta er En hvað með Jimmy Carter? Jimmy Carter er farin að gagnrýna í Ísrael eins og skrattinn og sögulegna. Já, það er reyndar, það er ámæstu eftir hrunið á Íslandi, þá komu svona eins og Eva Jolie kom allt í einu til Íslands. Hún er tefjari. Hún kom bara til þess að tefja að menn færa að leita eftir réttlæti sko. Já, við bíðum bara eftir þessu og bíðum bara eftir hinu. Og síðan komu til Íslands menn eins og hann Black, hvað heitir hann? William Black, já. Hann mætti til Íslands og þá sástu að glæpamafían tók á móti honum sko. Og þá fá þeir svona hættulega menn sem geta vakið þjóðina til glæpastarfa valdkerfisins sem ég hef margoft lýst áður að þá taka þær á móti fara með og eru vinir þeirra sko til þess að diffjúsa þá svona svipað í hernaði þegar einn gaurinn fórnaði sér á handsprengju sko til þess að bjarga platúninu sko að þannig voru og John Perkins takt eftir hvernig Silfur Egils tók það í viðtöl og já, bara bla 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 og svo var þeim bara parkarað út úr hóðn eða farið með út í Keflavík aftur og bara burt með ykkur sko. Og þannig að þeir elitu mafían tekur að sér að jarða þessar. Þannig að þetta er í rauninni svona eins og, heyrðu, hérna er eitthvað í gangi
fyrir þá sem eru að gagnrýna eða vilja að eitthvað sé gert, hérna kemur svona pseudo-aktivismi eða svona umræða til þess að róa þá sem vilja fá aðgerðir. Svipað eins og sérstakur saksóknari sem er ekkert annað en blekking. Bara til þess að róa þá sem er að krefja aðgerðir. Já, það er verið að gera eitthvað, það er verið að gera eitthvað, það er verið að gera eitthvað, það er verið að gera eitthvað. Ja, þú sér það bara að þegar það var auglýst eftir sérstökum saksóknara, hvað sóttu margir um? Ég man það ekki. Engin. Nei, ég man að Frelsi TV er búin að fletta á honum. Það sjálfsögðu. Það var sem sagt engin sem sóttu um. Já, það eru fleiri. Það er Harrison Ford og Eisenhower. Þetta er allt saman sama blóðlínan. Okay. Bara fletta upp bloodline of US idiots, nei, ég meina presidents. Og þar kemur náttúrulega David Icke kenningin inn að þetta er allt saman sama blóðlínan sem að ræður öllu, sko. Þessi helvítis Egypta, þessi helvítis faraóar, sko. Ég veit ekki hvaðan faraótengingin kemur, ég er ekki búinn að kyngja henni, því ég er á þeirri skoðun að faraóarnir hafi verið sviknir. Þá var að hlusta David Icke, hann tekur þetta rosalega vel fyrir. Og það var nú einmitt ein kona sem var að benda mér á Facebook-vefnum mínum daginn að koma á framfæri Michael Tsarion. Ég var aðeins grúskaði í honum eftir ég skrifaði orðátali í fyrra og hann hefur mjög gaman á að fara eins ofan í hvað er ekki vitað hvað var í gangi fyrir 2004 árum. Mjög skemmtilegt teik á því og við gert mikið af hljóðefni. Já. En já, einmitt. En ef við ekki láta þetta nægja í kvöld, við höfum ekki klára öll umræðefni bara í nokkrum þáttum, sko. Ég góður, ég á líka eftir að horfa á spjallið ykkar frá í gær. Ég vissi af því en ég á eftir að gefa mig tími í það, 4 tíma spjall. Já, að vera í skólanum hjá mér er nú ekkert, þetta er ekki svona létt nám eins og háskólinn, sko. Það er bara fyrir aumingja að fara í háskólan, sko. En fólk virðist hafa gaman að þessu. Maður er að fá athugasemdir að fólk hafi verið að horfa á þetta. Já, ég er alveg heimsfrægur í heita pottinum, held ég. Einhverjum heita potti. Já, heita lögin. Já. Nei, Frelsi TV er að fá alveg ágætis áhorfi. Ég er náttúrulega alveg súper hamingjusam með það. Já, en ég er svolítið hissa þegar ég fór að fá athugasemdir að eitthvað fólk var eitthvað að tjá sig eitthvað sem við höfum verið að spjalla að því við hefum verið með svo löng og djúp spjöll að þarf svolítið, maður þarf að vera svolítið ákveðin til þess að horfa á svona löng myndskeið. Já, ég reyndar hef fengið meira áhorf núna á löngu heldur en stuttu, sko. Því ég gerði 2 stutt núna morðin í New York á lögreglunum þar sem að verið vera sviðsett líka. Já. Og í Sydney sem verðist hafa verið sviðsett líka. Já. Ég sjálfur þegar ég er að taka svona YouTube-grúsk og netgrúsk, því ég gerir bæði, ég les og ég vil líka horfa á fyrirlestra. Fyrirlestrar eru góðir af því þú vilt kannski gera eitthvað annað líka. Þú getur verið með fyrirlestur í gangi og svo farið að elda eða hvað sem. Ég geri það oft og það er eina leið, ég reyndar með sjónvarp, sko, í stofinu þar sem við getum verið í eldhúsinu út allt, sko, að gera alls konar. Og þannig tek ég svo með Mark Passio sem er sko 7 klukkutíma vídeó. Já. Og þá er ég að vinna í tölvunni, maður borða mat og svo er maður komin í sófan og leika sig við börnin en hann er að mala, sko. Já. Ég yfirleitt í dag, ef ég er að leita mér einhver efni sem ég vil vita meira ég yfirleitt byrja að gá, er þetta örugglega nógu langt? Er þetta meir en hálftíma? Er þetta klukkutíma? Og mér er alveg sama þó að sé 1 til 3 tímar eitthvað svoleiðis. Ég er sammála því. Ef að ég til dæmis er að leita einhverju málefni og það er einhver 10 myndbönd sem eru 3 til 5 mínútur og svo er 1 sem er hálftími, þá byrja ég að skoða þetta sem er hálftími, sko. Já. Þannig að langt virðist vera að koma í tísku sem hendar mjög vel fyrir mig, sko. Bara ég nefni eitt dæmi, því nú er ég að grúska í Rudolf Steiner og fyrir hálfum mánuði var ég á bólakafi í Aldous Huxley. Ég fór í þetta þannig, ég byrjaði að fara á YouTube og leitaði að hvað er til mörg myndskeið þetta. Það sem er kannski 1 til 2 tíma myndskeið og ég sótti að meðaltali 5 myndskeið fyrir annarkvöld þeirra. Og síðan tek ég sér kvöld þar sem ég er að rúlla þeim í gegn. Ég er búinn að bókamerkja þau, setja þau í playlista, svo leyfi ég þeim að rúlla.
Já, ég er nú ekki einu sinni svo skipulaður, ég bara leita að þeim í hvert skipti, sko. Ég nota Search-ið alveg rosalega mikið, sko. Já. En eigum við að vera næst með svona hjálma, svona djúpköfunar hjálma. Já, við vorum búin að lofa því að vera bara klukkutíma eitthvað. Og blískóna, einhver áhörðandi myndi senda okkur blískó og hjálm allavega. Dóing, 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 dóing. Það er ok. Já. Svart sólgleru. En heyrðu félagi, ég þakka þér fyrir í kvöld Sömuleiðis Finnur. og við tökum einhvern tímann þegar við erum í stuði aðra köfunaferð. Við gerum það. Ok, takk, bæ. Já, ég þakka ykkur fyrir komuna, kæra hlustundur. Og ítreka það að við erum að spjalla huga okkar. Við vitum ekki allt og ef við höfum rangt fyrir okkur, endilega hafið samband. Og leiðréttið okkur, eða hvernig það er. Og þessi spjöll okkar Guðjóns verða sem sagt ekki opin og ég hef verið að spá í út af þessum tengingavandræðum að þið bara kommentirið hérna undir. Það var einmitt í vídeóinu sem ég gerði fyrir í dag, þá kom gríðarlega mikil umræða undir vídeóið og við mónitorum það alltaf, þannig að þið getið kommentarað undir og haft jafnvel áhrif á hvað við erum að pæla og gera og Guðjón eða þeir sem eru hinum megin við mig sjá það líka undir vídeóinu hjá sér. En takk fyrir komuna í kvöld og lifið í friði og sátt og í jafnvægi við ykkur sjálf og náttúruna og nágrannana. Og ég ítreka áskorunina að þið hugsið hvernig fólk sem er í múslima trú og þá sérstaklega börnin, hvernig þeim líður núna að mæta í skóla og þessar plammeringar í fjölmiðlum sem að geta meitt barnssálinnar. Og það ekki ágætt verkefni bara að finna sér, þá erum við tala okkur sem erum hérna kristna megin eða í sem vestræna megin og þótt þessi atheist hvaða trúflokk sem þið viljið tilheyra, ekki að gera að grafa uppi fólk sem eru múslimar og heilsa þeim og vera vinir þeirra. Það er besta móteitrið við þessu stríðsbrölti sem verður að reyna að starta. En aftur, takk fyrir, lifið í friði og góða nótt.